Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, 5. mars. Við sendum út á 5. í ljósi þess að á morgun verður útför Davíðs Oddssonar ritstjóra Morgunblaðsins og fyrrverandi forsætisráðherra gerð frá Hallgrímskirkju. Athöfnin hefst klukkan 1 og sýnt verður frá henni á mbl.is. Það hefur mikið gengið á í þessari miklu fréttaviku, ekki síst í kjölfar þess að ríkisstjórnin tilkynnti að þann 29. ágúst næstkomandi myndi þjóðin ganga að kjörborðinu og ákveða hvort að aðildarviðræðum við Evrópusambandið skyldi haldið áfram eða ekki. Það var reynst rétt sem að hér var spáð að þessi umræða myndi yfirtaka aðra umræðu í samfélaginu, ekki síst þá varðar sveitarstjórnarkosningarnar sem að við munum sjá koma fram þann 16. maí næstkomandi. Það er auðvitað mikilvægt að sú umræða verði leidd fram og að kjósendur munu átta sig á því hvað í boði þegar kemur að því að skipa sveitarstjórnir til næstu 4 ára og einhverja leið verður að finna til þess að koma þessum stóru umræðum báðum tveim fyrir í ljósvaka á prentmiðlum og á netinu. En ríkisstjórnin hún hefur líka, leyfi mér að segja, farið undan í flæmingi því að það er verið að reyna að fá upplýsingar frá henni það hvað hún hyggist fyrir ef að aðildarviðræður verða veruleika. Þingsályktunartillagan, þingskjal nr. 875, er mjög ríkt í roðinu og einu samningsmarkmiðin sem að það eru tilgreind eru markmið sem að tekin eru upp endurunnin úr samningsmarkmiðunum frá ríkisstjórninni sem að sat 2009 til 2013. Við munum öll hvernig það mál endaði, sú vegferð, hún endaði út í skurði. Við höfum verið að leita eftir upplýsingum meðal annars frá Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra það hvort að í aðildarviðræðunum felist sú leið að Ísland fari að aðlaga sig að stofnunum Evrópusambandsins í meira mæli á meðan að aðildarviðræðunum stendur eða hvort að það gerist aðeins í kjölfar þess að aðildarsamningur yrði samþykktur. Kristrún var í viðtali í Morgunblaðinu í gær og hún neitar að svara þessari spurningum. Á sama tíma fáum við líka mjög misvísandi upplýsingar frá stjórnarmeirihlutanum það hvaða líkur eru á að þetta muni taka stuttan eða langan tíma. Það skiptir miklu máli fyrir þjóðuna til að átta sig á því hvað undir. Pavel Bartósek, formaður utanríkismálanefndar þingsins, hann mætti hér til mín í aukaþátt á mánudaginn síðasta og hann segir að það sé metnaðarfullt markmið að ljúka þessum viðræðum á 3 til 4 árum. Á sama tíma fer Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mikinn, ekki síst í samtölum við erlenda miðla og hún segir að þetta geti tekið 1 til 1,5 ár. Stjórnvöld verða að skýra þessa mynd betur fyrir okkur. Við gerum kröfu til þess. Það er í raun og veru ekki hægt að ganga kjörborðinu fyrir en að stjórnvöld svara. Utanríkismálanefndin mun kalla eftir upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu. En það verður að segjast eins og að það hefði verið meiri bragur af því að þingsályktunartillögunni sem að kynnt var á föstudaginn síðasta hefðu fylgt upplýsingar af þessu tagi. Stjórnin hefur stefnt að því leynt og ljóst að koma okkur inn í Evrópusambandið í gegnum aðildarviðræður af þessu tagi og þeim hefði verið í lófa lagið með allan þann fjölda starfsmanna inn í utanríkisráðuneytinu og annars staðar í stjórnkerfinu að undirbúa þetta mál þannig að almenningur væri ekki myrkri það hvað í þessu fælist. Svo er það spurningin það hversu mikinn meirihluta þurfi til þess að færa þessar viðræður áfram. Forsætisráðherrann segir mikilvægt að það verði afgerandi stuðningur við málið. Á meðan utanríkisráðherrann segir að það muni ekki skipta máli þó að það muni aðeins einu atkvæði á fylkingunum 2, þar að segja já og nei fylkingunum. Nýleg könnun Gallup sýnir að það eru það bil 52% þjóðarinnar hlynnti að fara í þessar viðræður en 48% á móti. Sú tala er einkar áhugaverð í ljósi orðaskipta sem ég og kollegi minn Andrés Magnússon áttum við Kristrúnu Frostadóttur, þá þingmann Samfylkingarinnar og formann en ekki orðin forsætisráðherra, þann 28. nóvember 2024, þar að segja 2 dögum áður en við gengum til þingkosninga síðast. Ég ætla að spila hérna fyrir ykkur upptöku úr þessum kappræðum, þar sem að talið berst að þjóðaratkvæðagreiðslunni sem nú stendur fyrir dyrum. Ég hef alltaf verið Evrópusinni, en ég vil auðvitað sjá hvað kemur út úr svona aðildarviðræðum. Samfylkingin vill til lengri tíma að við förum í þessa vegferð. En ég vil líka sagt, ég vil ekki standa frammi fyrir því að vera með klofna þjóð á næsta kjörtímabili. Hvað ef við fáum þá niðurst upp úr kassanum 52-48 já? Hvað á maður ef maður í forystu fyrir ríkisstjórn að gera þegar þú fær svoleiðis niðurstöðu? Það er heldur ekki góð niðurstaða. Við eigum að taka umræðuna, við eigum að færa þetta út í feltið, taka þetta aðeins af pólitíska sviðinu. Þú vilt forðast umræðuna, þú vilt aðrir sjá hana. Ég vil að verkalýðshreyfingin geti verið einhuga þetta, að atvinnurekendur geti verið einhuga þetta. Það er það sem Svíar gerðu á sínum tíma og þegar þeir fóru þá í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá voru þeir á betri stað. Þetta er algjörlega óraunsætt. Þetta er ekki óraunsætt. Þú
ætlar ekki að svara því hvort að ég fari aðildarviðræður fyrir að þú ert búin að sannfæra alla þjóðina það. Nei, en það munur á 52-48, Stefán. Hvar mega mörkin liggja? 70-30, það mörkin. Það þarf að vera vel yfirgnæfandi stuðningur fyrir svona vegferð. Þar hafið það. Forsætisráðherrann vill meina að þetta sé 70-30 á hvort veginn sem það er. Við þurfum að fá skýrari svör við þessu eða fá forsætisráðherrann til að skýra mál sitt betur. Hún mætir í unglingaþætti á FM 957 til að ræða þessi mál, en hún vill ekki koma hingað. Það verður vonandi breyting á því á næstu vikum. Þjóðin þarf að því að halda að við hefum hreinskiptið samtala á dýptina þetta mál og þetta er eitt af þeim atriðum sem við þurfum að fá á hreint. Það er eins og staðinni núna, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sem klífur þjóðina. Það kemur fram í ágætum leiðara Morgunblaðsins í dag og við munum fylgja þessum máli vel eftir. Við ætlum að ræða fleiri fréttir hér í þessum þætti í fréttum vikunar með frábærum gestum. Heiða Kristín Helgadóttir sem er nýskipaður ráðgjafi utanríkisráðherra í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar sem var framfylgt 29. ágúst og svo Kristín Gunnarsdóttir sem fer fyrir nýju sviði hjá Landsbankanum og er hvað þekktust fyrir aðkomu sína hlaðvarpinu komið gott. Síðar í þættinum ætla ég að ræða við Gauta Geirsson sem fer fyrir sjávarútvegsfyrirtækinu Háafelli í Ísafjarðardjúpi. Það er laxeldisfyrirtæki sem að gera mjög merkilega hluti. Gísli Ragnar Guðmundsson kemur svo í lok þáttarins og ræði við mig mjög áhugaverða hluti tengda gervigreind. Umræðan gervigreindina er mjög á floti og hún er grunn. Það er mikið grunnsæfi almennt í þeirri umræðu. En Gísli Ragnar, hann veit allt þessi mál og ég hlakka til að varpa upp skýrri og skýrari mynd fyrir ykkur að því hvað þetta merkilega fyrirbæri er sem að mun hafa mótandi áhrif á líf okkar allra til alla ókomna tíð. Fylgist þið með. En áður en að því kemur þá er það Ásthildur Hannesdóttir sem að fer yfir pólitíkina sem hún blasir við okkur á samfélagsmiðlum. Halló, góðir hálsar! Já, nú er það grænt maður, Nýr formaður Vinstri grænna var kjörinn síðastliðna helgi, en það var Rósa Björk Brynjólfsdóttir sem hreppti hnossið. Þú veist, hún var sko bara ein og sjálf í framboði. En við óskum henni að sjálfsögðu til hamingju með sigurinn. Hún Rósa, hún er sko vænkona. Já, væn og græn, mikill fengur fyrir VG. Síðustu helgi var líka massa stemning hjá þingheimi þegar að framfór hinn árlega þingveisla í Sjálfstæðissalnum gamla NASA. Allir prúðbúnir og sætir og æðislega skemmtilegir. Samfylkingin er greinilega svolítið mikið fyrir sopan og skellti sko bara í fyrirpartí. Og það var líka bara myndað í bak og fyrir því að myndatökur eru bannaðar í sjálfri þingveislunni. En grunnsamlegt. Gummari var alveg sérstaklega sætur og tók tilefni alla leið og fekk enga aðra en ofursminkuna Hörpu Kára til að lappa upp á sig sko. Þvílíkt og annað eins, djöfull er ég ánægð með hann. Það ættu náttúrulega bara allir strákar að skella sér í smink fyrir slík tilefni sko. En hann nýtti líka tækifærið og lét smetla af nokkrum myndum af sér og spúsu sinni þarna hlaupadrottningunni áður en til þingveislunar var komið. Því að sko, einmitt, what happens in þingveisla stays in þingveisla. Já. Herri, já! Svo bara óvart og allt í einu kviknaði fyrir alvöru á ESB vegferð Íslands í vikunni. Já, dútta mía, sko. Já, hver á hann sumarbústa, já eða nei, spyr maður nú bara. Já, 26 er sko árið. Ég var búin að segja ykkur þetta. En svona bara til þess að þið munið alveg örugglega þessa dagsetningu þá ákvað ég að búa til þetta lag fyrir ykkur. Eða þú veist, ég bjóða ekki alveg til, en þið veitu, þetta er smá svona heilalím. 26, 29. ágúst, 26, 29. ágúst, ESB, 29. ágúst, ESB, 26. Tóka Gunn var alveg borubrött þegar hún tilkynnti þjóðinni að komin væri dagsetning á gæluverkefnið hennar, sem er náttúrulega að koma okkur inn í ESB. Allar ferðirnar til Brussel eru loksins farnar að hafa árangur sem erfiði. Woohoo! Yes! Hún er svo brött þessa dagana að hún tók bara Lúlla Kong, eða Lúðvík 14. konung Frakklands á þetta. En við skulum bara kalla hann Lúlli. Hann var pottþétt kallaður Lúlli af vinu sínum, sko. En hún eignaði sér orð hans og sagði í Silfrinu á mánudaginn: Ég er ríkið og ríkið er ég. Ekkert eðlilega cool setning. Ég er að spá að láta tattúan á mig helgina. Jón Gnarr stendur með Tóku sinni og vegferð hennar í að færa fullveldið á borð í Brussel. Bara vessugú, takki okkur bara og það helst í ósmurt. Það er komið að þér, kæra þjóð. Nei, þið er náttúrulega bara svona tundurdufl tortíming. Þið verða að segja já.
Kristrún Frosta segist treysta þjóðinni til að eiga síðasta orðið. Vá, hvað það líka vel sagt hjá henni og alveg þaul hugsað. Maður fær eiginlega bara kjúklingahúð út allan kroppinn, sko. Eða svona eins og MC Gauti myndi segja, hvaða klisja það? Sigríður Andersen var alveg tjúl í ræðustól Alþingis og lýsti eftir ESB-elítunni. Ég meina eins og Tóta myndi segja, hvar þetta djöfulsins andskotans pakk? Nei, ég meina afsakið orðbragðið, ég bara vitni í orð Tótu, sko. Já, hvar þetta pakk? Þegar það að ræða mikilvæg mál, maður bara spyr sig. Það ekki bara að fara að krýna meistara í einhvers konar málhraki líka, ekki bara málþófi. Ísdrottningin búin að fá sig fullsatta, sko, ekki af ís eða Íslandi samt, heldur af þessu forystuleysi í forsætisráðherra. Hún bara ekki að ráða við þetta verkefni, segir Guðrún. Já, margur heldur mig sig, en já, hún bara ekki að ráða við þetta. Athygli vakti að Ingvar Þórodds skrölti á hækjum upp í ræðustól Alþingis á dögunum. Elsku kallinn, hvað ætlaði að koma fyrir Kvaraling? Vona sé ekkert alvarlegt, en hann var samt ekkert voða þjáður að sjá, nema þá kannski svona samúðarþjáður með Þorgerði sem að, sko, Simmi Dabbi sakaði eitthvað svona ESB-plott og eitthvað og það fór eitthvað persónulega fyrir brjósti á Ingvari. Ég veit ekki með ykkur, en það kveikir smá í mér þegar kallpenningurinn reiður, sko, bara algjört tutti frutti. Austurlenski konfektmálinn Jens Garðar allt annað en sáttur við þetta ESB-brask allt saman og fór með ljóðalestur í pontu til að reyna að tala inn í hjörtu þessara samviskulausu Brussel-spena-elskara. Og já, það orð. Allavega núna. En já, flutningurinn á þessu ljóði var bara óaðfinnanlegur. Í alveg þetta fer að verða svo eitthvað svona Ísland gott talentsjó þarna niður yfir Austurvöll. Simmi Dabbi var smá leiður yfir því að Trump sé alltaf sagður vera Grýla. Ég veit ekki hvort hann sé móðgæður fyrir hönd Trump fyrir að vera líkt við Grýlu eða fyrir hönd Grýlu fyrir að vera líkt við Trump, en þau eru samt ekkert svo ósvipuð þessi tvö. Gætu alveg verið úr sömu fjölskyldu, sko, það einhver svipu með þeim. Nanna systir Simma Dabba fylgdist stolt með brósa alla leið frá New York City þegar hann beitti sér í ESB-umræðinu, en innan alla stóru Louis-töskurnar og bleiku púðluhundana og allt þetta, já, það allt hálf djúlað í Ameríkunni. Þá var hún líka mjög stolt af Obbu okkar allra bestu sem var Íslendingur til mikils sóma og kvennaþingi Sameinuðu þjóðanna á dögunum. Sjá hana, hún alltaf flottust hún Obb. Kvöldvaktin með Víði Reynisinni, gæti það ekki hljóma eins og eitthvað svona útvarpsþáttur á Rás 2? En já, hann stóð vaktina á þinginu á samt nokkrum öðrum vinnuþjörkum í vikunni sem vildu ræða ESB fram og tilbaka og helst bara fram á nótt. Það verður nú seint sagt að Víðir sé latu maður, sko. Það allir hressir þarna, sko. Nánast bara með tannstöngla þarna í augunum til að halda þeim opnum. Diljá Mist fekk hárnet og 10 númerum á stór stígvél í láni hjá strákonum í síldavinnslunni sem hún heimsótti í vikunni. Raunhagkerfis heimsóknirnar, þær eru svo dýrmætar og skemmtilegar. En Diljá heldur engin letingi, sko. Ó, nei, þakkaði fyrir. Margur knár þó hann sé smár. Og það á svo sannarlega við Diljá sem var alltaf til dæmis 1 ára á undan í skóla. En í vikunni fór hún síðust manna út úr húsi eftir alla ESB-umræðuna sem náttúrulega bara hvergi nær í lokið, sko. En Diljá var sú sem slökkti ljósin og skellti í lás og var svo bara fyrst mætt aftur daginn eftir. Hæli að vera dugnaðar gaffall. Góða helgi, elskundar! Nýr GLC frá Mercedes-Benz. Alrafmagnaður lúxus með alltaf 715 km drægni. Forsala hafin. Askja. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsókn í Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Komið sæl að nýju, við þökkum Ástildi Hannesdóttur fyrir hennar yfirferð. Hingað eru konur góðir gestir til að fara við fréttir vikunar sem ekki að skortnum skammti og úr mjög ólíkum áttum. Það þar Kristín Gunnarsdóttir sem upplýsingamiðlunar hjá Landsbankanum og hlaðarstjórnandi með meiru og svo Heiða Kristín Helgadóttir. Hún ráðgjafi utanríkisráðherra núna fram að þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Velkomna báðar þær. Takk fyrir. Þið eru báðar í nýjum störfum. Ég hélt að ég væri að fá nýjasta starfi á vettvang en svo gerist þetta. Það alltaf eitthvað að gerast. Já. Ég hnipti í þig áður en var tilkynnt þetta. Það staðan. Já.
Þú varst bara svona spenntur að hafa mig. Já, það er alltaf gott að fá þig hérna í settið og þá reynda við Kristínu líka. Já. Til hamingju með nýju störfin. Takk. Það er vantarlega á stefnuskránni að þú staldrir lengur við Landsbankanum heldur en 20 til 29. ágúst. Ég stefni á það, já. En við erum náttúrulega eftir að sjá hvernig það allt saman fer. Er það metnaðfullt markmið? Já, er það ekki? Er það ekki bara eitt skref í einu? Hanga á þessu yfir sumarið, það væri flott. En mér finnst gott að ég sé komin að tíðin aftur, sko. Náttúrulega bróður minn var inn í síðustu viku, þannig að ég velti fyrir mig hvort að móður mín sé vantarlega hérna í næstu viku. Já, faðir, ég hef mikið ná að ræða golf við hann. Ok, já, hann er næstur. Enda afbrigðamaður golfi. Ég skil. Aðeins varðandi þetta verkefni í Landsbankanum, þú ert auðvitað þekktust fyrir þátttökuðinni Komið gott hlaðvarpinu, en þú ert hönnuður að mennt og starfaðir inn í verkfræðigeiranum, bankakerfið. Hvað er að gerast? Hvað gengur á? Ég er nú svo sem þó þessi hönnuður að mennt, þá er ég nú eins og þú sem lagði nú guðfræði á sinni tíma. Ég hef nú aðeins svona söðlað á mínu starfsferli og var nú alveg hætt að hanna hann undir restina og var að stýra markaðsmálunum og í rauninni öllum samskiptamálum líka fyrir Eflu. Þannig að það er svona, og svo náttúrulega byrjaði ég með þetta hlaðvarp og þá svona ýtist ég ennþá lengra inn í fjölmiðlana. Þannig að það er svona kannski ekkert fáránlegt skref að láta meira til mín taka á þeim vettvangi. Og svo bara kemur þetta upp með þennan flotta banka sem er vel rekinn og ekkert nema gott að segja það. Þannig að ég bara ákvað að slá til og sjá hvort að ég get ekki gert eitthvað gagn. Þannig að þetta er óskiljanleg vegferð sem endaði með því að þú varst ríkisstarfsmaður. Já, ég meina ég er allavega ekki í Birkenstock skóm hérna í dag, þannig að það þarf að spilna við. Ef þú væri hjá skattinu þá væri Birkenstock, þeir fengu það einhvern tímann í jólagjöf held ég allir starfsmennir. Birkenstock skó? Já. Ég er enda að heyrta besta kaffið bara í Reykjavík síðan hjá skattinum, en þeir hafa ekkert boðið mér í kaffi. Og hefur ekkert með skóna að gera? Heiða, þú ert búsett í Bandaríkjunum og hefur verið að sinna áhugaðum verkefnum þar, en svo kemur óvænt inn í þetta, þú hefur svo sem verið tengd auðvitað við pólitíkina, traustum böndum og inn í Viðreisn. Þorgerður, hún hefur hnipt í þig með skömmu fyrirvara og þú stóð ekki til. Já, við Þorgerður höfum nú verið í svona pólitísku samtali mjög lengi, sko, þannig að það kannski svona hafði ekkert endilega svona stuttan aðdraganda. Þetta var líka einhvern veginn svona persónulega finnst mér þetta bara mjög spennandi verkefni og mér finnst þetta bara svona eitt af þessum stóru málum sem að skipta þjóðina mjög miklu máli og hafandi einmitt haft afskipti af pólitík svona allan minn starfsferil með einhverjum hliðum, sko, þá bara gæti ég ekki ímyndað mér meira áhugaverðara og stærra verkefni en þetta að reyna að leggja mitt lóð á vogaskálinn. Þannig að það var nú bara svona þróaðist í einhverju átt, sko. Og það er ekkert launungamál að þú hefur verið á þeirri línu að Ísland eigi að gera staðarlega að Evrópusambandinu verða 28. ríkið. Ég sko kannski ekkert alveg þar. Ég held ég sé svona það sem að mjög margir eru að mér finnst þetta vera svona spurning sem ég langar að fá bara meiri staðreyndir um. Mér langar bara að vita meira um þetta mál og sjá hvort þetta sé tækifæri sem að muni hafa jákvæðar afleiðingar í för með sér. Þær verða aldrei allar fullkomnar eða það mun aldrei snúa öllu við, en mér finnst þetta bara svona vera svona ein leið sem við getum farið og mér fannst það bara svona ósanngjarnt og ég var ósátt við þá niðurstöðu þegar var ákveðið að draga þetta tilbaka á sínum tíma og ég man einmitt sérstaklega þá var ég sko tiltölulega ný í pólitík, kom inn hjá Reykjavíkurborg með bestaflokknum 2010 og maður fann alveg fyrir því hvað þetta umsóknarferli, hvað áhrif það var til þess að hafa sveitarstjórnarstigið og það var rosa mikill áhugi þar á að fullkanna þetta því að við vorum komin inn í alls konar verkefni Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög sem að lofuðu bara mjög góðu bara til að styrkja sveitarstjórnarstigið til dæmis, sko. En ferlið undir stjórn Jóhannu Sigurðardóttur og hennar fylgisveina var þetta komið í klessu, þá kom því algjör ógangur. Það var því hafði raun verið lokið áður en ný ríkisstjórn tók við 2013, bara sett hún í skúffu. Sko ég allavega, þú veist, hvað það varðar allt saman, þú veist, þá auðvitað bara endaði það svona í skurðið. Það er bara eins og það er, þú veist. En mér fannst það samt ósanngjarn niðurstaða, þú veist, og pólitíkin þar réði ekki við það verkefni að koma þessu á þann stað að það var einhver einhugur að halda þessu áfram. Mér fannst það glata tækifæri þá, en aðstæður okkar voru líka þannig að það var ofboðslega eldfimt ástand. Ég meina, þú veist, ég var fulltrúi stjórnmálaflokk sem hafði, þú veist, verið stofnaður í janúar 2010 en náði kosningu í maí með yfirburðum. Þannig að stjórnmála ástandið sjálft var mjög kvikt og mikil upplausn og þú veist, við erum bara á allt öðrum stað í dag og en mér finnst það svona ennþá meira tækifæri í ljósi annarra hluta. Þú veist, ég held að við séum svona
á svona stjórnmálakerfið sé á betri stað og mér finnst sko svo þróun sem að hófst þarna 2010 þar sem að svona opnaðist upp stjórnmálakerfið og fleiri komu að, mér finnst það hafa verið jákvætt skref, ég veit ekki allir sammála það, en sko óstöðuleikin bara annar staðar í dag og í umheiminum og eins og það sem við ætlum að ræða með Íran og fleira, þú veist, þannig að það er svona finnst mér ennþá meiri ástæða til þess að kanna þessa leið, sko. Ef við tökum aðeins talið aðstæðuna 2013, það tekur ný stjórn við eftir kosningarna þá. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson vinnur með Framsóknarflokknum stór sigur, nær, ef maður rétt 23% atkvæða. Sjálfstæðisflokkurinn þarna á svipuðu slóðum og þeir mynda meirihluta. Báðir flokkar algjörlega þversum gegn Evrópusambandinu. Var ekki tómt mál að tala að halda áfram með viðræður við þær aðstæður? Það hefur hvergi gerst í heiminum að menn sem á mótið að fara inn í klúbbinn segi, við ætlum að halda hérna viðræðum áfram og kanna hvort það sé ekki físileiki fyrir því að fara þarna inn. En það hefði nú verið heiðarlegra að þeim bara að bera það undir þjóðina eins og þau sögðu fyrir kosningar, en sem þau gerðu ekki, sko. Var þetta ekki komið í algjörum skurð hvort þið er? Ég meina, Össur segi það sjálfur, sko. Mér finnst sko skurðurinn hafa verið sá að, þú veist, spurja ekki þjóðina á þeim tíma, þú veist, það var það sem að... bara menn opnuðu þarna einhverja kafla og komist eitthvað áfram með það, alla kaflana sem reyndar féllu undir EES-samninginn og voru nokkuð klár og kvít, menn opnuðu aldrei kaflana sem að stóru málin snúast Frakkarnir sögðu bara, þið ekkert að fara að fá það sem að þið viljið fá varðandi sjávarútvegskaflann sem að menn fullir að þó í dag að sé bara ekkert mál. Ég held að segja nú enginn að sé ekkert mál, en ég held að staðan í Evrópu hafi breyst mjög mikið hvað það varðar og tónninn sem við erum að heyra og mér fólk að segja það opinberlega auka, bara ráðamenn hjá sambandinu að þú veist, það þurfi einmitt að þú veist, taka tillit til sér aðstæðna og bara stöðu Íslands og ég held að þú veist hversu vegna það var ákveðið að fara ekki fyrst í erfiðustu hlutana og fara svo í eitthvað annað, þú veist, ég var ekki partur af þessu þá en ég veit að það verður áhersla á að fara strax í þessa meiri, flóknari kafla sko, strax, til að fá úr því skorið, vegna þess að það er raun og veru líka það sem við þurfum að gera, þú veist, ef við náum ekki saman þar, þá er hitt til lítils. En utanríkisráðherra talar eins og að þetta sé ekkert mál. Páfi Bartósson kom hérna til mín í síðustu viku og sagði, upphæði vikuna segir, þetta tekur 3-4 ár ef við erum metnaðarfull. Þorgerður Katrín fer í Politico og reyndar hérna heima líka og segir 18 mánuðir. Ef þetta er flókið mál eins og með sjávarútvegskaflann annað, er það þá ekki bara ósatt? Það held ég að sé ekki staðan. Ég held að sé bara, hún bara varpað upplifun sinni á þeim samtölum sem hún er að eiga við fólk í Brussel og það sem þau hafa líka sagt, þú veist, og það held ég að sé, það er svona vilji þar til þess að líka afsanna þá kenningu að þau þurfa alltaf að taka svona langan tíma. Ég meina það eru önnur ríki sem eru í biðröðinu og hafa verið lengi í biðröðinni. Þú veist, Evrópusambandið hefur líka ákveðna svona, þarf líka að girða sig í brók með ýmsa hluti, þú veist, og ég held að það fyrir þeim að ná samningum eða ná samningaborðið á eins stuttum tíma er líka ímyndar og svona sjálfsmyndar mál fyrir þá, þú veist, þannig ég held að þetta geti alveg vel farið saman. Kristrún Frostadóttir notar orðalag, segir ég ætla að selja Ísland mjög dýrt, menn hafa kannski oftúlkað það, þetta er þetta ákveðið tungudag sem vísar í það að þú ætlar að vera harður í samningaviðræðum. Ef þetta er ímyndamál fyrir Evrópusambandið þegar þeir eru að bíða eftir að Moldóva og öll þessi austantalsríki kom inn, þá er ekki líklegt að þeir fái samning sem að teldist þeim hagfelldur ef að Ísland er að selja sig upp úr öllu valdi. Já, ég meina líka bara Ísland er á allt öðrum stað, hvað bara flest varðan þessi ríki sem þú ert að nefna og ég hjó nú eftir því að Þorgerður tók það dæmi í Silfrinu minni núna á mánudagskvöldið að tók eitthvað dæmi einhverja húsnæðisvexti í Króatíu. Núna var ég í Króatíu bara í fyrra páskana einmitt fyrir tilviljun bara og bara hafði aldrei komið þangað áður og þar blasa við manni tómar blokkir að hruni komnar bara nánast á hverju einasta götuhorni og þá fór ég svona í einhverjum lúðaskap að glöggva með okkur þetta væri svona og þú veist þetta er bara land sem er bara búið að vera að ströggla við bara grundvallar hugmyndur eignarétt bara þú veist síðan þeir komist undan stjórn tjaldsins þarna þannig að þú veist það er bara fasteignamarkaður sem er bara á allt öðru þróunarstigi heldur en hérna heima og bara ekki hægt að bera þetta saman. Þannig að mér varst þetta dálítið svona hallærislegu samanburður. Samanburðurinn gengur náttúrulega bara út á það að þú veist, við höfum verið að glíma við verðbólgu og vexti það er líka út af öðrum hlutum og ég meina það er líka búið að segja að við getum ekki fengið einhverja evrópska Króatíu vexti og verið með íslenska vinnumarkað. Nei, en þú veist það sem að samanburðurinn þarna varandi Seðlabankastjóri Króatíu gengur náttúrulega bara aðalega út á það að segja að þú veist
þarna möguleiki, þú veist, það sem hann var að segja var að fólk hefði ekki trúað því að við hefðum getað fengið vexti þeir hefðu getað fengið vexti sem varu sambærilegir við Þýskaland. Þú veist, það hefur tekist. Það sem hún var að benda á þá að þú veist, það sem við viljum gera að fullkanna þessa leið. Hvað stendur okkur til boða? Hvaða afleiðingar getur þetta haft? Já. Ég held að þú veist, það væri mjög einkennilegt ef fólk heldur að reyna að halda því fram að það sem að Þorgerður eigi sér heitastan draum að við verðum einhvers konar Austantjaldsríki. Það er ekki það sem ég var að meina. Nei, en þú veist, það þarf ekki heldur að taka þessu svona bókstaflega. Það sem verið að segja hér einhver leið sem við getum farið, þú veist, til þess að opna á það hvaða möguleikar eru þarna hinum megin, hvaða samning getum við fengið á borðið til þess að styrkja okkar eigin stöðu og styrkja okkar efnahagskerfi og bara þá framtíð sem við getum boðið börnunum okkar. En verða menn ekki að bera saman epli og epli en ekki epli og appelsínur? Af því að eins og Kristín nefnir að þá líka vitað að fasteignaverð í raun og veru falla vaxtastigin. Þannig að ef okkur verður að ósk okkar og húsnæðisvexti fara hér segja niður í 2-3% sem væri stórkostlegt fyrir kaupendur og húsnæði allavega á pappinu séð, en þá vitum við að fasteignaverð ríkur upp leið og vextin tikka niður, þá hækkar verðið á fasteignunum og fólk þarf að taka stærri lán. Þetta snýst líka bara fjármagnskostnaðinn, þú veist, til þess að ef þú ætlar að fara á stað og reyna að byggja húsnæði hérna, þú veist, það sem líka mjög erfitt í okkar efnahagskerfi og bara því að ná upp húsnæðisstokk hérna bara vaxtastigið, þú veist, og sem að þeir sem reyna að byggja, bara þau lán sem þeir geta tekið, þannig að þú veist, allt hjálpast þetta að, þú veist, og það enginn að reyna að halda því fram að þetta muni breytast bara leið og við fáum samning og þá drjúpi hunang af hverju strái, þú veist, en þetta leið sem að mjög margir og líkt þengjandi fólk eins og við, þú veist, í Danmörku, Svíþjóð, Þýskalandi, bara víðar, þú veist, hefur ákveðið að þetta sé svo bara þetta er það samfélag sem þeir verða tilheyra, okkur stendur þetta til boða, þetta ein raunveruleg sviðsmynd, af hverju ættum við ekki að vilja vita meira? Eitt í þessu sem að mér langar til að kannski að taka upp í samtalinu var það tímasetningun á þessari atkvæðagreiðslu. Þetta tilkynnt núna á föstudaginn síðasta. Ég segi ekki að þetta komið svo sprengja inn í samfélagið, þetta var svona hangandi yfir okkur. Við vissum að þetta er síðasta árið 2027 og það var farið að kvissast út erlendis eftir fundið Þorgerðar með liðin í Brussel að ágúst væri líkleg dagsetning. En Kristrún, hún verður forsætisráðherra með því loforði að hún sé með sleggju sem aðrir flokkar hafa ekki haft og hún ætla að keyra niður verðbólguna og þar með vextina. Og núna rætt við Kristrúnu sem hefur reyndar tekið ákvarðanir sem var búið að vara við að myndu leiða til verðbólgu og verðbólgan hefur keyrst upp úr öllu valdi, marga mati og áhyggjur að hún geti orðið þrálát. Og þegar hún spurð, hvar sleggjan, hvar verkfærin sem þú lofaðir að þú væri með en aðrir ekki, að þá segir hún, já við munum kannski tilkynna eitthvað eftir páska. Ef að verkefni var að lækka vextina og verðbólguna, af hverju þetta þá orðið aðalatriði sem þá sennilega að ég held miklu meira langtíma mál heldur en 1 til 1,5 ár. Ég held að það sé miklu raunhæfara með reynslu annarra þjóða, þetta séu 3, 4, 5, jafnvel 6 ár. Hvað sleggjan? Ég held að fólk getur nú bara farið að venja sig við það að þessi ríkisstjórn getur tekist á við mörg flókin verkefni í einu. Ólíkt því sem var hér síðustu 7 árin, þar sem lítið gerðist. Hún gæti bara tekist á við eitt verkefni á vorþinginu, sko. Hún ýtti bara öllum öðrum málum til hliðar. Það ekki rétt, Stefán. Það bara verið að, þú veist, þetta er ríkisstjórn sem að taka við, þú veist, og að bara raða upp í alls konar verkefni og það verið að vinna fullt af vinnu. Ég hef engar áhyggjur af því að þetta verði einhvern veginn eitthvað svona það eina sem kemst að og það bara sannarlega ekki þannig. En hvar sleggjan? Hvar eru verkfærin sem Þú verður að spura Kristrún að þessari sleggjan. Nei, ég get ekki, hún og þinn yfirmaður, þær vil ekki koma hingað. Þannig að það ekki hægt að tala við þær. Þær mæta bara í brennsluna á FM 957 og mæta þar andlegum jafnókum sínum. Hún alltaf að velur Rikka G fram með þig og það ljóst. Já, það myndu allar konur gera. Þú verður eitthvað að skoða það skoða í hjartanu, hvað veldur því? Hvað veldur því? Já, kannski ég þarf að horfa inn á við. Hvar sleggjan? Á ekki þjóð, ég spyr bara, þetta var mjög skýrt. Þetta var loforðið. Þetta var mjög skýrt. Við fáum ekki svör sleggjuna og við fáum þetta engin svör. Ég meina það hafa líka eiginlega engin svör komið og nú allavega greiningar aðalar eru að benda á það að það verður nú öllum líkindum vaxtahækkun í næstu viku á miðvikudaginn þegar næsta stýrivaxtaákvörðun verið að búast við svona einhverju 25 púnta hækkun, eitthvað svoleiðis, sem náttúrulega ekki góða fréttir.
En ég veit ekkert almennilega hvað það þau segja að það ætla að gera eitthvað eftir páska, kannski eftir páska. Máske? Já, einmitt. Þegar ég hugsa fer á hugaflugum hvað þau ættu nákvæmlega að gera, ég bara ekki alveg viss hvað það sem þau geta gert á þessum tímapunkti. Þau gætu til dæmis undir ofan á vörugjöldunum sem bara staðfest að Hagstofunni að keyrði verðbólgunni, þau gætu bara snúið þeirra ákvörðun við og þar með bara kanselera því sem voru búin að ákveða. Já. Menn þurfa ofta að endurmeta hlutina. Það bara við alla. Það kannski alveg gríðarlega ósennilegt að þau gerir það. Já, ég held að það sé rétt. Ég held að þú verður bara að bíða og sjá hvað kemur. Það allavega verið að vinna að alls konar málum samhliða þessu, þannig að það þarf enginn að hafa áhyggjur af því að sú vinna hætti. En einu hefur verið fleytt upp í umræðunni, ég ætla ekki að fullyrða það sjálfur, en það að núna hefur verðbólgan keyrst upp, var lægri þegar þau taka við heldur hún núna, og margt sem betur til þess að hún verið þrálátur og jafnvel hækki, að vextir séu núna að vaxta kúrvan sé bara snúast við, aftur upp á við. Er það ekki bara eitthvað sem að kosningastjóri ríkisins í ESB þjóðaratkvæðagreiðslunni fagnar, því að þá verður hægt að segja, sjáið við ráðum ekkert við vextina. Verðbólgan hérna upp úr öllu valdi, eina leiðin til þess að koma okkur út úr því að við göngum inn í Evrópusambandið. Ertu að reyna að halda þig fram að þessi vísvitandi verið að reyna? Nei, ég er ekki að segja þessi vísvitandi, en þetta ekki samt sem að verður þetta ekki notað sem vopn í umræðunni? Ég held að þurfa ekki að nota eitt sem eitthvað vopn í neinni umræðu. Ég bara, þú veist, ég er 42 ára gömul. Ég segi farir mínur ekkert sérstaklega sléttar af íslensku efnahagskerfi. Þú veist, ég fór í gegnum hrunið þegar ég var nýbúin að kaupa mér mína fyrstu íbúð, svo þú veist, 10 árum síðar kemur COVID sem sannarlega ekki í íslenskum stjórnvöldum að kenna, en hafði bara verulega efnahagslega áhrif á, þú veist, mig og fleiri af minni kynslóð. Þú veist, ég get ekki sagt að þú veist, það skipti einhverju gríðarlegu máli hver reynir að ná einhverjum tökum á þessu. Þú veist, það virðist bara aldrei ganga og mig langar ekki að skila þessu samfélagi þannig af mér að ég hef ekki skoðað þessa leið, hvort það sé önnur leið hérna fær. Nei, en það gengur auðvitað ekki, Heiða Kristín, ef að stjórnvöldin taka meðvitað ákvörðun að auka verðbólguna. Það var gert, það var búið að segja við þau ekki gera þetta mun auka verðbólguna. Það má segja, nei, okkar líkon þau segja að þetta bara engin áhrif. Svo kemur að ljósa að þetta bara talsverð hækkun þannig í janúar og þá segir Kristrún, þetta bara innskiptiskostnaður og hefur engin áhrif inn í framtíðina. Og Seðlabankinn segir, það er ekki þannig. Það koma hérna annarar umferðar áhrif. Þau komið fram í febrúar, þau munu koma fram í mars og við sitjum uppi með svartapétur. Við erum náttúrulega bara í hagkerfi hérna að reyna að halda út einhverjum smæsta gjaldmiðli í heimi. Einhverjum stöðugasta gjaldmiðli í heimi. Það sem vakir aðalega fyrir mér að opna þennan möguleika, leggja það á borðið, hvað hann í boði, þú veist, og þessar kosningar ganga bara út á það, bara vil ég vita eitthvað meira þetta, vil ég fá bara heyra og sjá hvað stendur hann til boða, eða hef ég engan áhuga að vita meira. Það líka bara afstaða, en hún engin jaðarafstaða heldur, sko. Nei. Eitt með þingsályktunartillöguna sem ég hef lesið og vonandi margir fleiri. Það rosalega lítið á beinunum. Það verður engin vinna að því virðist verið unnin inn í ráðuneytinu að draga upp mynd af því hver kostnaður við aðildarviðræðurnar það bara vísað í fyrri ríkisstjórnar frá 2009-13 hver samningsmarkmiðin eru og þau samningsmarkmið ganga allar út af það hvað undan þá þú getur fengið. Það svona eins og maður kaup sér kort í vörklass og gerir svo kröfur að fá undan þá frá að mæta ekki og þurfa ekki að deila klefa með öðrum og ég veit ekki hvað og hvað. Málin alltaf bara í þinglegri meðferð og það fer inn í utanríkismálanefnd og þar verður kallað eftir ýmsum upplýsingum og En gæti ekki ráðuneytið unnið þetta við legið fyrir 1,5 ára að þetta leggja þetta fram? Hvað allt þetta lið niður í utanríkisráðuneyti í þessari höll sem að þú starfa nú í niður í Austurhöfn, fallegt hús að mestu leyti. Hvað þetta fólk að gera? Það bara sinna ýmsu með annars borgaraþjónustu og fleiru. Þetta er bara leiðin sem var valin, þetta er bara þingsályktunartillagan sem liggur fyrir og nú fer þetta inn í þinglega meðferð þar sem þetta verður tekið fyrir af utanríkismálanefnd og þar verða alls konar gestir kallaði til og ýmis vinna unnin og bara þetta er opið og gagsætt ferli. En hefði ekki verið betra að það lægi fyrir einhver pakki þetta? Það er mjög tíminn og skornum skammti. Það stutt eftir að þingið fyrir 2 vikna leyfi út af sveitarstjórnarkosningum, mikill fókus á það, svo fara menn í sumarleyfi, menn verða bara út á Tenerife eða í Króatíu að skoða fasteignamarkaðinn þar. Í blokk sem á hruni komin. Ekki gleyma því, það verður krámatísk upplifun. Ég bara velti þessu fyrir mér að því við erum að reyna að matreiða einhverju upplýsingar onni fólk og það, maður grípur bara í tómt.
Það mjög mikilvægt að það liggi áður en kosið, að því ég held að það sé líka mjög hættulegt ef við kjósum það, eða við erum mögulega að fara að gera það 29. ágúst, ef að það verður mjög tæft. Mér þykir það líka erfiði niðurstaða, ef þetta er 52, 48 eða eitthvað, að hvort það ég halda áfram eða ekki. Eins og ég vísaði hér í inngangi mínum, þar sem að Kristrún Frostadóttir tjáir sig í kappræðum hér í Hádegismóum fyrir þingkosningarnar síðustu. Hún sagði bara, það gengur ekki að þetta sé 52, 48. Hún segir að þetta verður að vera 70, 30 aðra hvora áttina og segir að það sé í raun og veru ekki hægt að fara í þjóðaratkvæði fyrir að það sé komin almenn sátt málið til þess innan verkalýðshreyfingarinnar og hjá atvinnulífinu. Og það þarf að líka ljóst fyrir, og hverju ætlaðu að einmitt ekki endilega bara hvað undanþágur er hægt að grenja út, heldur bara með hvaða markmið á að fara inn, hvað á að gera gott fyrir, eða hverju á að reyna að ná fram sem er okkur til hagsbóta og líka ég veit það ekki, mér finnst það alltaf erfitt að þið segja já þetta þarf ekki að taka svo langa tíma en auðvitað tekur þetta samt yfir og þá þarf líka að gera svolítið grein fyrir því bara hvert verður umfangið af þessari vinnu og það er líka að tala þeim sem eru mjög mikið á móti, ræði mikið á við byrjum strax að breyta hlutum til þess að passa betur inn í þetta móti okkar. Mér finnst þetta þurfa alltaf að vera mjög skýrt. Ég held að þessi þinglega meðferð muni leiða mikið að þessi ljós og svo er það auðvitað þannig að við höfum reynslu þannig að það er hægt að byggja eitthvað leyti á henni þannig að talandi hvað er fólk að gera, það liggur líka fyrir ákveðin vinna sem er búið að gera þannig að allt þetta er hægt að nýta að einhverju leyti aftur en mér finnst þetta líka bara að stóru leyti snúast það að verkefnið okkar er þá líka mitt og annara að niðurstaðan í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu verði góð og ég, eins og ég mismælti mig áðan, það er ákveðin hópur sem að vill alls ekki vita meira, það er bara þannig, en hann er í miklu minnihluta, það er mjög stór hópur sem er óákveðin eða hefur í dag ekki mikinn áhuga á þessu, það þarf að tala við það fólk. Þessi hópur sem að þú segir að vilja ekki vita meira, er það ekki bara hópur sem að telur sig vita nóg? Og ég spyr líka, það var viðtal við Kristrúnu Frostadóttur í Morgunblaðinu í gær. Þar var hún spurð út í eitt tæknilegt atriði sem að varðar mjög miklu afstöðu fólks til þess hvort að ég halda þessu ferli áfram. Og það er spurningin það hvort að stjórnkerfi byrji að aðlaga sig að Evrópusambandinu, hvort að þeir sem tala aðlögunarferli segja að stjórnkerfi fara allt í vinnu við það og menn hafa reynslu af því úr öðrum aðildarviðræðum þar sem að ríki hafa lokum gengið inn. Kristrún Frostadóttir neitar að svara því, forsætisráðherra. Hún neitar að upplýsa þjóðinu það hvort að þetta ferli feli það í sér. Og ég ætla bara að leyfa mér að segja hér að fullkomnum lítillæti að þetta viðtal var algjört hneyksli. Það er algjört hneyksli að forsætisráðherrann svara ekki spurningum sem að varðar grundvallar atriði þessar mögulegu viðræður. Í dag erum við náttúrulega aðilar að EES eins og fræktaráðið, og við tökum við mikið af löggjöf frá Evrópusambandinu í gegnum það. 14%? 80%. En það sem að í því felst að fara í þessar aðildarviðræður, til dæmis ekki nefnt í síðustu viðræðum, þá var krafa á okkur varðandi alls konar þýðingar og að taka upp þýðingakerfi og annað sem við gerðum ekki. Þannig að þetta er allt saman partur af einhverju samningaferli. Ég ætla ekki að tala fyrir Kristrúnu og svara öllum spurningum sem þú kannt að hafa fyrir hana. Þetta eru ekki aðlögunarviðræður í þeim skilningi. Þetta eru samningaviðræður og ég vil líka bara minna á að það hefur ýmislegt gerst í alþjóðakerfinu og breytingar orðið síðan 2009 og það er að hafa áhrif inn í Evrópusambandinu eins og alls staðar annars staðar. Við sáum það bara til dæmis þegar Grænland var allt í einu miðpunktur alheimsins í janúar-febrúar. Evrópusambandið var að gera varnarsamning við Ástralíu og Ghana. Evrópusambandið stóð saman gegn þessari orrahríð frá Washington og það skipti bara sköpum, þar bakkaði Donald Trump niður og fór að hugsa eitthvað annað sem ég held að sé vel, Hann hafði dálítið annað að hugsa líka. Hann hefur ýmislegt að hugsa, en hann fær ákveðna hluti á heilanum og það er ekkert þægilegt. Og reynda deilt það hversu mikið hann hugsar, en við skulum láta það leikja milli. Það er þín orð. Já, það er mín orð, ekki þín. Heyrðu, við getum talað hér saman í allan dag þetta og svo umræðum mun halda áfram og þetta er fyrst og fremst búið að eyðileggja fyrir mér allar áætlanir sumarfrí. En í morgun bárust mögnuð tíðindi af fjölmiðlamarkaði. Þið hafið nú báðar haft tengingar við hann með einu öðru móti. Síminn er að kaupa, eða er Sín ekki bara að klofna í herðaniður? Já, einmitt en þarna er allavega búið, maður nú heyrt hvíslað þetta örugglega í svolítinn tíma. Já. Þetta staði til, en nú er þetta orðið opinbert.
þarna lagt fram, hvað var það, 5,7 milljarðar. Já, 5,2. Já, 2 fyrir ekki, ásaki. Sem manni þykir nú dálítið, já, ekkert kannski sérstaklega glæsilegt verð, svona miðað við sögu þessa félags, en það hefur náttúrulega verið að barist í bökkum núna undanfarin ár. Þetta náttúrulega stendur til að reyna þetta, en ég meina ég ekkert alveg viss að þetta gangi eftir. Ég meina mun ekki Samkeppniseftirlitið eitthvað stinga upp sínum haus að eitthvað vera með vesen, mér finnst það nú ekkert ósennilegt. Eða fjölmiðlanefnd. Já, eða fjölmiðlanefnd, eitthvað sem flott. Það kannski leysir tilvistarkreppu fjölmiðlanefnd. Já, nú var eitthvað alveg viðfangsefni. Getur fara að fókusa á þetta og hætta að stríða Gísla og Tóta vinnum okkar. Það var nú óskandi, sumagjöf til þeirra. Já, ég meina þetta eru stór tíðindi og þarna náttúrulega eru væntanlega aðalmáli Vísir náttúrulega og Bylgjan. Og Bland, ekki gleyma Bland. Bland reyndar, Bland lifir ennþá. Ég svolítið notandi á Bland. Útvarpið lifir góðu lífi, en sjónvarpið hefur verið í herpingi. Sjónvarp Símans hefur þetta keyrt á ákveðnu konsepti, verið í þáttaframleiðslu og slíku, en ekki verið í þessari línulegu dagskrá sem við þekkjum. Þeir hafa nú verið mest lítið í eigin þáttaframleiðslu. Þetta náttúrulega mikið bara, þeir náttúrulega kaupa pródúksjónir. Já, en þeir hafa gert það á samningum eins og Ice Guys og það dót. Stöð 2 virðist eiga að verða eftir þannig. Er það ekki ótrúverðugt að menn haldi úti sjónvarpsstöð í þeirri mynd áfram ef að Vísir og útvarpsstöðurnar eru farnar? Ég veit nú ekki alveg hver grundvöllurinn fyrir allavega, ég meina hann segir hann í fréttinni að það sé óvíst með fréttastofu sínar. Ég hugsa með ef að Vísir fer yfir þá náttúrulega það bara búið að skera úr það. Já, þetta bara góð spurning. Ég bara, núna ég svo bara eina af þeim sem bara ekki í línulegri, sko. Þannig að ég veit ekki, ég hef ekki glöggvað mig á áhorfstölunum á þessa þætti sem eru í gangi eins og sem eru haldið úti, þetta eitthvað quiz og svona alls konar þættir sem njóta vinsælda. Þeir byrjuðu nú með svona þátt til höfuðs Gísla Marteini. Já, hún ekki inn í það sem það er bara að horfa á Fox í Bandaríkjunum. Já, einmitt. En já, þetta eru risa tíðindi og bara spennandi að sjá hvað gerist í þessu. Já, og ég meina þetta náttúrulega bara til margt það að bara stöðu fjölmiðla almennt, sko, og það náttúrulega ekki sér íslenskt, þú veist, að fjölmiðlar eru að eiga í svona þessar hefðbundi fjölmiðlar sem við höfum þekkt á, að eiga í einhvers konar tilvistarkrepp út allt. Allir nema RÚV. Allir nema. RÚV bara á siglingu með. Ég get nú sagt ykkur það, ég hlusta alltaf á að reki með KK þegar ég vakna á laugardagsmorgnum, saman hvar ég sko, þannig að þar höfum við það. En hlustaðu ekki á Sölku Sól líka? Ég hef reyndar ekki gert það, ég hlusta ofta á Gísla Martein, sérstaklega þegar mágkona mín Saga Garðarsdóttir var þar með honum daginn og Sandra Barilli og fleiri. En nei, menn þú veist, þetta hefur náttúrulega bara tekið gríðarlegum breytingum og það er áhyggjuefni og sérstaklega þegar maður, eins og vorum að tala um þessa aðildarumsókn og annað áðan, skilur við bara, við vorum að tala um bara hvernig vekur áhuga fólks á þessu, þú veist, fjölmiðla umhverfi er orðið mjög dapurt, þú veist, hvar eru fjölmiðlarnir, þú veist, þetta er orðið bara mjög, held ég, stór spurning fyrir okkur og já, þannig að öflugir fjölmiðlar auðvitað til staðar enn þrátt fyrir alla þessa ágjöf og tilraunir stjórnvalda til að leggjast inn í götu okkar. Það er alltaf eitthvað, sko, sem að heldur uppi heiðri íhaldsins. Já, frá 1913. Já, náttúrulega nú er styrkinir eiga náttúrulega, þið er náttúrulega allt ykkar undir því að RÚV sé duglegt að selja auglýsingar. Já, glórulausasta kerfi sem settu verið upp norðan Alpafjalla í sambandi við fjölmiðlamál. Aðeins að lokum, átökin í Íran halda áfram. Við vöknum upp við þetta þarna 28. febrúar. Það verið búið að sprengja Khamenei, erkiklerk og terrorista í loft upp í Teheran. Olíumarkaðurinn í uppnámi. Þetta mun hafa áhrif á verðbólguna í mælingum núna komandi mánaðamót. Hvernig sýnist ykkur Trump vera að ganga í því að mylja niður þessa heimsslita riddara? Ég held að þetta sé sannarlega ekki að fara eins og einhver hefur selt honum eða hann hefur selt sjálfum sér. Það gangi mjög vel og sé að klárast hjá honum. Þetta er alveg að klárast, er það sem hann var að segja bara held ég fyrir 2 dögum síðan. Þetta sé bara handa við horni. Ég held að hann hafi þarna farið aðeins fram úr sér og ég meina hann til dæmis, þú veist, bara það er mikil svona affordability krísa í Bandaríkjunum, þú veist, það er bara svona orðið mantran frá demokrataflokknum þar sem þið tala allstaðar með affordability og þetta fyrir ofboðslega. Það tala bara þessa framfærslukostnað. Já, þú veist, það er ekki eldsneytisverðið mikil áhrif. Mikil áhrif og í raun og veru það eina sem er ennþá ódýrt í Bandaríkjunum
bensín. Og þegar þetta fer líka, sem að bara að gerast, ég meina hann tók þetta sérstaklega fram þarna í stefnuræðu sinni daginn, þar tók hann alveg bara nokkrar mínútur í að tala þú veist, að allt væri að fara niður, matvælaverð, verðbólga, allt saman, og nefndi sérstaklega bensín, og hann hefði verið í Iowa daginn og þar hefði hann séð gallónin á undir $2 og annað. Þú veist, því að þetta er bara svona, hefur bein áhrif á alla, og þetta er svona hlutir sem að kjósendur eru mjög upptegnir við að refsa forsetum hvort sem að þeir eiga hafa bein áhrif á það eða ekki. Þarna mjög auðvelt orsakasamhengi, þannig að ég held að það sé mjög mikið ágefni fyrir hann hvernig hann ætlar að snúa þessu við, því að þannig bara, búið að kveikja í ákveðnu púðurtunnu held ég, og þarna aftur, þú veist, ástandið í heiminum er orðið þannig að ég sé ekki fram á að, þú veist, við séum að fara að horfa á okkur rólega tíma, þú veist, og það sem er að gerast með bara virðiskeðjur og dreifing á vöru og olíu auðvitað og vörum sem eru þá búnar til olíu eru mjög háðar olíu. Þú veist, þetta er að fara að hafa gríðarlega áhrif og það er óslega erfitt að snúa svona tilbaka því að framleiðsla á, þú veist, olíuhreinsunarstöðvum í Persaflóa og annað, þú veist, þetta er alltaf að fara að hafa svona bara áhrif sem að við þekkjum frá COVID, sko. En var þetta ekki að koma klerkastjórninni frá? Þeir breytuðu niður að minnstakosti 30.000 manns bara í janúar. Já, menn þetta er hræðileg stjórnvöld þarna og hann var náttúrulega líka búinn að lýsa því að hann vildi styðja við mótmælendur til dæmis í Íran og hann vildi heldur ekki láta hanga sig á því að hafa ekki gert það, en þú veist, var þetta aðferðin og var búið að hugsa. Hvað geta menn gert annað en að bara sprengja þessa menn í loftu? Já, menn og var búið að hugsa hvaða afleiðingar þetta myndi hafa. Ég heldur hafi vanmetið gjörsamlega viðbrögðin hjá Íran, sko, og setja svolítið uppi með það, og það verið mjög flókið fyrir hann líka ef hann ætlar að þurfa að fara að senda eitthvað landgöngu her þarna inn, sko, því þá hann líka að brjóta svolítið þetta prinsip sem hann hefur keyrt mjög á, að hann myndi ekki fara í svona forever war, eins og það kallað. Eru líkur á að fólki í Íran rísi upp eins og í janúar eða bara búið að drepa þau öll? Ég eiginlega bara ætla ekki að spá fyrir það, hvað gerist þarna. Ég bara ekki nógu djúp í þessu máli. En þetta er náttúrulega bara hryllilegt saman hvernig á það er litið. Hryllilegt að búa í Íran undir þessari stjórn og hryllilegt ástandar núna. Já, og ég meina, þú veist, flóttamanna straumurinn sem mun hljóta verða af þessu, ég meina, þetta er bara risastórt vandamál sem allur heimurinn situr í fangunni, sko, þú veist, þannig að jú, sannarlega óskaði þess enginn að þessi stjórnvöld myndi einhvern veginn verða þarna aldur og ævi, en ég bara, já. En víst að verði flóttamannastraumur, að því að nú verður þó að segjast að þessum átökum hefur þetta verið beint fyrst og fremst, eða þessum vopnum hefur verið beint að hernaðarmannverkjum, þessum skotflugapöllum, færanlegu skotflugastöðum, skipum, herstöðum og öðru slíku. Og já, og olíuinnviðum og öðru, en Er hún verið að reyna að hlífa þeim eins og þau geta? En svo, þú veist, eðlilega, ég bara, ég myndi ekki vilja vera þarna, þannig að, þú veist, ég veit ekki aðra, sko. Nei, nei, fólk er að reyna að koma sér út og sérstaklega erlendir ríkisborgarar. Já. Allt þetta mjög áhugavert. Afskaplega gott að fá ykkur hingað í spursmál á þessum ágæta fimmtudegi. Heiða Kristín, nöfnunnar. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk. Við erum hins vegar ekki hætt í þessum ágæta þætti okkar á þessum degi, því að við ætlum að ræða hér á eftir laxeldi og gervigreind, ekki í sama viðtalinu, þó að það sé ákveðin skörun þarna á milli. Hvet ykkur eindregið til þess að fylgjast með því. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Vantar þig bílavaraluti? Á Polsen.is finnur þú bílavaralutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varaluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is. Við þökkum þeim stöllum og nöfnum Heiðu Kristínu Helgadóttur og Kristínu Gunnarsdóttur fyrir fjörlegar umræður stöðuna þessa dagana, fréttir vikunar. Við ætlum hins vegar núna að ræða annað og sértækara mál, ein af þeim atvinnugreinum sem hefur vaxið hvað hraðast á síðustu árum, en mikill styr hefur staðið Það er laxeldið úti fyrir ströndum Íslands inn í fjörðunum okkar, og ég fengið hingað góðan gest, Gauta Geirsson, sem er framkvæmdastjóri eins af þeim 5 fyrirtækjum sem starfa á þessu sviði. Hann fer fyrir fyrirtæki sem heitir Háafell og staðsett inn í Ísafjarðardjúpi. Blessaður og sæll. Blessaður.
Þið erum í Ísafjarðardjúpið, þið eru á Ísafjarði en þið er svona tegið ángekkar nokkuð víða þarna djúpið. Já, við erum bara með starfsemi í Ísafjarðardjúpi. Við sem sagt við erum með seiðeldisstöð inn á Nauteyri sem er sem sagt innst í djúpinu. Svo erum við með 4 árgangasvæði af kvíum í djúpinu með góðu millibili upp á heilbrigðismál og annað. Og svo höfum við verið að slátra út í Bolungarvík hjá Arctic Fish Strimlu. Þannig að þetta er svona ferillinn í gegnum djúpið. Byrja sem hrogn innst í djúpinu og enda sem fullorðin vara í Bolungarvík. Yst í djúpinu. Já. Háafell, þetta er dótturfyrirtæki hraðfrystihússins Gunnvarar sem að margir þekkja fornfrægt sjávarútvegsfyrirtæki. Getur aðeins sagt mér sögu Háafells, hvernig kemur þetta til? Já. Við erum stolt af upprunanum og eigundunum. Þetta er 85 ára saga sem að HG á Ísafjarðardjúp byrjaði árið 1941 þegar útgerðarmenn tóku sig saman stofna vinnslu og fara að frysta. Þannig að svo hefur fyrirtæki þróast og það var stóra sameiningar við djúp þar sem að það náðist að halda kvótanum saman og þetta er öflugt fyrirtæki í dag. HG er svo sem er reynslu líka úr rækjuveiðum í Ísafjarðardjúpi. Þannig að við byggjum eigum tæplega helminginn á kvótanum á rækjunni í djúpinu og svo er þetta uppeldisstöða fyrir þorsk. Þannig að við eigum líka mikið undir að þetta sé gert vel, eldisstarfsemin okkar. En þetta byrjar upp úr 2000, þá förum við í þorskeldi í HG og erum í því rúm 10 ár í samstarfi við nokkra aðila og Hafró þar á meðal. Það gekk svona ágætlega en ekki nægilega vel til þess að grundvöllur væri til þess að halda áfram. Þannig að það er þarna í kringum 2011 sem að menn taka þá reynsluna á rækjuveiðunum, taka reynsluna á þorskeldinu þar sem að búið að prófa að vera með kvíar djúpið og með mannskap sem að þekkir djúpið eins og lóan á sér. Þar sem það er lagt í raun til að fara svo í lax og regnbogasilung árið 2011. Þannig að við tókum alla þessa þekkingu og við tekur svo 10 ára umsóknarferli þar sem við förum í gegnum 2 umhverfismöt, ótal rannsóknir á botni, straumi, öldu, áhrifum af starfseminni, tökum það sem okkar reynslu, horfum á reynslu Noregi, Færeyjum, svona að reyna að finna líkastar aðstæður sem í djúpinu og búum til svona okkar konsept og prinsip sem grundvallast svo í því að við fáum leyfi árið 2021, 10 árum síðar fyrir eldi á laxi. Þetta er þarna á Vestfjörðunum að gerjast á svipuðum tíma þegar Matthías Garðarsson og hans menn koma frá Noregi og eru á sunnanverðum. Það er einhvern veginn eins og þessi hugmynd spretti upp eða menn setja fókus á þetta á þessum tímapunkti. Veistu af hverju það gerist þarna? Já, þú veist, við fórum náttúrulega í gegnum laxabylgju í kringum 83-4 upp í 90 sem þar sem að menn kláruðu ekki með þess tíma tækni og þekkingu að reka þessi fyrirtæki en eftir stóðu öfluga seiðastöðvar sem að hafa nýst að mestu leyti í dag í núverandi bylgju. En já, það er rétt, það er svona í kringu 2010 sem þetta byrjar að gerjast en það er kannski líka þar að það gerðist margt þarna á milli þessar ára. Búnaðurinn fer rosalega mikið fram, þekkingunni verður sífellt meiri, rannsóknirnar, Færeyingar færa sig utar í hærri öldur, eldið fikrar sig eftir Noregi, lengra í norður, í kaldari svæði Noregs, þar sem að það byrjaði í suðrinu. Þannig að þar var líka þá komin reynsla sem við gátum lært af. Þannig að átt að sjá því að þetta er hægt við þessar aðstæður hér. Já, það er í raun þannig og þannig að þetta er í kringu 2010 upp úr því, þá fer þetta stað og hefur verið svona tekið ótrúlegum vexti undanfarin ár. Það þarf mikið úthald og mikla fjármuni til þess að standa í því 10 ára að fá leyfi fyrir einhverju starfsemi sem að mögulega verður ekki. Þú nefnir tæknina en löggjöfin og umgjörðin hlýtur líka að breyst mikið. Það hefur verið kvartað undan því að umgjörðin sé losaralega eða jafnvel bara ekki, eða haldi ekki vatni. Já. Alveg rétt og það er mikilvægt fyrir okkur og greinina að hafa góða umgjörð, það er sameiginlegt hagsmunamál og hún hefur kannski verið aðeins og eftir á, menn eru þó að reyna undanfarin ár að vera að reyna að ná tökum á
og taka alla þessa reynslu uppfærana. Þetta lifandi grein, það ótrúlega mikil degla og það rannsóknir á hverju ári að koma hvernig við getum gert hlutina aðeins betur og þróunin og regluverki þarf að endurspegla þennan nýja raunveruleika sem alltaf að skapast. En það rétt varðandi fjárfestingarnar, þetta ótrúlegt langhlaup og ég held að fólk kannski átti sig ekki á því hvað þú þarft eins og við erum 10 ár í umsóknarferli, þannig að leggja út pening allan þennan tíma í rannsóknir og öflun og afla sér þekkingu og svo þegar þú fær leyfi loksins þá getur þú farið að fjárfesta í seiðeldisstöð og það getur tekið 1-2 ár, svo þegar þú ert búin að því þá þarftu að taka inn hrogn og þau kannski 1,5 ár inn í stöðinni þangað til að þau fara til sjó og það kannski annað 1,5 ár. Þannig að þetta gríðarlegur tími, allan þennan tíma þarftu að hafa starfsfólk, þarftu að hafa fóður, þarftu að hafa búnað og leggja í gríðarlega fjárfestingu áður en að peningarnir fara að skila sér tilbaka. Þannig að þú þarft að hafa trú, þú þarft að hafa gott plan og þú þarft að hafa ákveðin fyrirsjónleika til lengri tíma. Og þarna þetta öflugt sjávarútvegsfyrirtæki sem hefur þessa burði. Ég tel mig vita að það fyrirtæki og ég hef tekið viðtöl sem að varpa ljós á stuðning þess við hið ótrúlega fyrirtæki Kerecis á sín tíma. Roðið frá hraðfrystihúsinu var notað til þess að koma því verkefni öll á laggirnar. Ólíginn sagði mér að þrátt fyrir samninga þar að þá hefði aldrei verið rukkað fyrir roðið. Síðan Kerecis selt fyrir 180 milljarða og hraðfrystihúsið Gunnvör sem hluthafi fékk, ef ég man rétt, 3 milljarða út úr því verkefni. Hafa þessi fjármunir verið nýttir þá inn í þessa uppbyggingu ykkar? Já, ég held að það alveg ótt að segja það og þeir sem skoða það hvað HG að gera núna, þeir að smíða nýjan frystitogar á Spáni til þess að endurnýja flotann og svo þeir að leggja alveg ótrúlega mikla peninga í Háafell. Þannig að einmitt þetta frábæra nýsköpunarverkefni sem við erum mjög stolt af og gaman hafa verið hjá HG að vera partur af því. Þessu peningum velt aftur út í samfélagi til þess að gera ennþá sterkari stoðir undir rekstri þess og samfélagsins þar á meðal. Þannig að nýsköpunin og svo ótrúlega hátækni sem því fylgir henni fleytt út í nýsköpun og endurfjárfestingu á svæðinu. Já. Eins og Guðmundur Fertram hefur reyndar fullyrt að menn hafi gert í miklu mæli og ekki bara hjá ykkur. Einmitt. Drögum aðeins upp mynd af umsvifum laxeldisins á Íslandi. Ég nefndi að þetta eru 5 fyrirtæki, þið eru svona annara 2 smærri leikjendunum, ef ég mér að fullyrða það. Hvað erum við að horfa upp á miðað við núverandi forsendur að laxeldi á Íslandi sé stórt og hafi heimildir til að vaxa upp í? Einmitt. Þetta hefur verið nált 50 milljörðum núna útflutningstekjur á eldisafurðum allan undanfarin 2 ár. Við erum með í fyrsta lagi þá kannski það þekki ekki allir söguna en þess að árið 2004 Norðurlandi mestu leyti og Vesturlandi lokað fyrir sjókvíaeldi. Bannlagt við því? Já, vegna nálægðar við laxaár. Það var svona ákveðin ráðstöfun. Svo þannig að þetta á Vestfjörðum og hluta Austfjarða og ferlið í raun sem að ákvarðar hvað mikið svigrúm til vaxtar, það háð rannsóknum sem að Hafrannsóknastofnun fer með og þetta eru nokkri þættir. Fyrsti burðarþolsmat og þá hefur Hafrannsóknastofnun reiknað fyrir hvern fjörð hversu mikið lífrænt álag þessi fjörður þolir, þannig að öll gildi séu eðlileg. Það farið fram miklar rannsóknir, það búið að taka sýni af botninum, mæla súrefni, strauma og meta þetta í svona heildstæðu mati. Í ofanalag þurfa svo fyrirtækin að fylgjast með hverju eldissvæði sínu og passa öll gildi séu innan marka sem settir á opinberum aðilum. Þannig að það mjög vel fylgst með þessari sem oft kölluð mengun en í raun skítur og fóðurleifar. Við þekkjum það ef að bóndi mokar skít í stóran haug á túni þá ekki mikið vona að það vaxi gott gras undir þeim haug. En ef hann dreifir því á túni þá sprettur þar upp grænt gras og sama má segja þetta. Þetta eru skítur og fóðurleifar og þess vegna erum við að velja okkur að vera á straumgóðum svæðum sem eru djúp þannig að þetta dreifist
Það sem að fer niður frá fiskinum Já. og hann er ekki að éta eða skilur af sér, Já. að það þá náttúrulega hreinsun einhvers konar. Já, og þetta eru bara, það er nákvæmlega þannig og við erum að passa upp á það sé ekki ágengar tegundir og þá verður lífríki undir kvíunum einhæft ef að við leyfum þessari söfnun að verða og þess vegna þetta mjög vel fylgst með. Annars vegar hafró í heild á fjörðunum og svo hins vegar á hverju svæði fyrir sig og þá þurfum við að taka sýni fyrir áður en við byrjum, taka kontrollpröfu, svo það meðaneldir og svo megum við ekki setja út aftur nema gildin séu þannig að það var eins og þegar við byrjuðum. Annars eru svæðin hvíld í tiltekinn tíma. Já, þau eru alltaf hvíld í 3 mánuði en ef að það eru vísbendingar að það er eitthvað álag, þá eru þau hvíld lengur og þannig að þú setur ekki út fyrir það er í lagi. En hingað til á Íslandi, við erum með góða strauma, við erum með válynd veður, það blandar sjónum vel og þetta dreifist vel. Þannig að gildin þurfa að ná sama marki og áður en að hafist var handa við að fylla kvíarnar af fiski. Já, það er svona gott sem, það er mjög nálægt í að við þurfum bara að vera á sama stað. En þetta er það sem snýr að fjörðunum sjálfum. Og burðarþoli þeirra. Burðarþoli þeirra. Þannig að þetta eru strax takmarkandi þættir á framleiðslunni. Hvað segir burðarþolið ef þú skoðar öll svæðin? Á hvaða niðurstöðu? Við erum nálægt 150.000 tonnum ef mann rétt það sem er búið að gera. Ísafjarðardjúp til dæmis 30.000 tonn. En svo hefur löggjafinn innleitt annað takmarkandi þátt og það getur verið fjarlægðir á milli eldissvæða. Þú getur ekki sett þetta bara allt í eina kös, þannig að það verða að vera 5 kilometrar á milli óskyldra aðila sem þýðir það að það er þá ekki endalaus pláss og svo er þriðja takmarkandi þátturinn, það er áhættumat sem var bundið í lög 2019 og það er þá líka Hafrannsóknastofnun sem er að meta það hversu mikið magna fiski sé í sjó, laxi, án þess að það sé að skaða villta laxastofninn. Og það er í dag takmarkandi þátturinn fyrir framleiðslunni 106.000 tonn, þannig að sú takmörkun gildir umfram burðarþolið. 150.000 verða 106.000 og er væntanlega mismikið eftir tilteknum svæðum. Já, eftir fjörðum ástandi þeirra, þannig að burðarþolið stýrir þá líka áhættumatinu, þannig að við förum aldrei hærra í áhættumati heldur burðarþolið leyfir. Þannig að, og svo er í ofanálag umhverfismötin sem við þurfum að vinna og höfum gert mjög ítarlega. Þar geta verið einstaka kvaðir eftir svæðum og aðstæðum, þar sem að það eru frekari kröfur á okkur sem eldisaðila. Þannig að þetta er kerfi sem við búum í dag og þetta er þá potensialið þessi 106.000 tonn miðað við núverandi leyfi. Svo er mismunandi, Íslandi er náttúrulega með kaldan sjó yfir veturinn, það getur takmarkað nýtingu leyfanna, varðandi útsetningu seiða og svona optimaliseringu á leyfunum maður bera það saman við Noreg. En undanfarin ár hefur framleiðslan verið nálægt 50.000 tonnum en lítur út fyrir núna, við erum að setja greinin er að setja aðeins stærri seið út og aðeins fleiri, þannig að það lítur út fyrir svona vöxt næstu ár. Til að útskýra fyrir áhorfendum, er ég ekki að fara með rétt mál eða þar sem mér hefur sýnst að það bil hver 1000 tonn sé að skila verðmætum upp á 1 milljarð. Já. Það er svona holt og bolt. Já. Þannig að við erum að flytja út eða framlega 50.000 tonna þá er það 50 milljarðar en möguleikinn samkvæmt áhættumatinu í dag væri þá 106 milljarðar ef þetta væri allt fullnýtt. Ef við náum góða nýtingu, já. Er búið að gefa út leyfi út á þessu 106.000 tonni eða er eitthvað sem á eftir að úthluta það? Ekki alveg öll. Það eru ákveðin svæði, við höfum heyrt af því að Mjóifjörður eiga að fara í útboð fyrir austan og það er einhver tonn laus í djúpinu og víðar. Þannig að stjórnvöld hafa verið að reyna að finna út hvernig best er að því staðið, en svona mestuleiti er búið að úthluta þessu, en svo er okkur er heimilt að ala ófrjóan lax ef að áhættumati takmarkar frjóan lax. Það er auðvitað mjög spennandi verkefni, því að við vitum áskoranir þessar greinar, þær hafa verið í tengslum við slysasleppingar, varandi lús og kannski velferð, þessi þrjú atriði sem hafa verið hvað stærst. Velferð fisksins í kvíunum. Já, og ef við horfum bara á ófrjóa laxinn þá
voru Norðmenn að pröfa sig áfram með 3 litna lax, það er sérst aðferð til þess að gera fiskinn ófrjóan. Það skapaði áskorunir upp á velferðina sem er einn af punktunum sem við viljum standa vörð um. Hann var með hryggskekkju og ekki nægilega góða velferð, þannig að Matvælastofnun í Noregi bannaði þá aðferð. En það er hins vegar þróun bæði Benchmark Genetics sem er gamli stofnfiskur. Íslenskt fyrirtæki? Já, og svo Hafrannsóknastofnun eru bæði og fleiri aðilar í Noregi að vinna að tvílitna ófrjónlaxi og við fylgjumst mjög spennt með því. Vandinn er sem sé sá að ef þú ert með frjóanlax í kvíum, að þá færst áhætta því ef hann sleppur úr kvíunum og blandast á villtustofnum. Já. Ef hann væri ófrjór, þá er það vandamál úr sögunni. Já. Þá gerir hann ekki usla þó hann sleppi. Nei. Ef að það myndi gerast, myndi þá áhættumatið hækka? Væntanlega, og þá er það væntanlega burðarþolið og þeir þættir sem að myndu takmarka. En það sem við erum að gera náttúrulega, það er eins og við höfum séð, það er ákveðin áhætta þegar þú ert með frjóan lax að hann geti sloppið. En það er, eins og ég hef nefnt ótrúlega þróun í greininni. Við erum að fjárfesta í dýrari og öflugari netum. Það er til tölfræði við það að flest slysasleppingar eru af völdum mannlegra mistöka og það á bæði við í sjókvíeldi og í landeldi því að við höfum séð að þar hafa geta líka gerst komið fyrir sleppingar og þannig að fyrsta skrefi hjá okkur er að fara í gæðaferlana, fara í verklagið, passa upp á það að við séum eins og við getum að varna því að eitthvað nuddist við netin eða valdi því að þau skemmist. Svo hins vegar erum við að fjárfesta í búnaði til þess að og netum sem að þola meiri núning, þola það að það sé eitthvað 100 ára veður sem gerist á 100 ára fresti eða eitthvað sé þannig að eins og á ekki að vera að það nuddist, að þá viljum við að búnaðurinn þoli það. Og svo hins vegar höfum við verið að horfa á aðgerðir til að lágmarka mögulega erfðablöndun. Ég meina það er búið að setja árvaka upp í ár þar sem við verið að fylgjast mjög vel með eins og í Ísafjarðardjúpi eru myndavélar í ánum og það er Hafró að fylgjast með þeim fiskum þannig að þau sjá það strax ef það leikur grunur á að eitthvað hafi gerst sem að menn hafi ekki náð utanum. Það er búið að vera að auka tíðni á skoðunum á köfurum eða drónum sem að taka myndir af netunum og við erum að gera það alltaf oftar og oftar og svo eru eins og hefur komið fram í fréttum að þegar hafa komið upp slys að það er hægt að fá kafara til þess að sem er þá síðast úrræði til að reyna að minnka á líkurnar á erfðablöndun. En það sem að rannsóknir og vísindin sýna er það að svona sleppingar þurfa að gerast ítrekað og yfir langan tíma til þess að hafa áhrif í ánum og það er það sem að áhættumatið er að gera og það eru sérfræðingar Hafró að reikna út. Við viljum auðvitað ekki, við viljum reyna að útrýma þessum áhættuþætti. Við reynum að lágmarka eins og við getum líkurnar á þetta gerist, við reynum að minnka áhrifin eins og hægt er þegar þetta gerist. En við viljum og við þolum þá skoðun ef að menn skoða hvað við höfum verið að gera í fjárfestingum og í verklagi varðandi þessa þætti, þá sjá menn að við höfum verið að ganga sífellt lengra í að mæta þessu þangað til að ófrjólaxinn er klár. En það hafa orðið rosalegar slysasleppingar á Vestfjörðum sem að maður hefur hreinlega óttast að myndi ríða greinina fulla, menn myndi segja bara gleymiði hugmyndinni. Einmitt. Og það er ekkert dregin fjöri við það. En þar í þeim tilfellum sérstaklega öðru var fiskurinn kynþroska og það hefur allt að segja. Fram að því höfðu orðið minni sleppingar sem að höfðu miklu minni áhrif út af því að fiskurinn var ekki orðinn kynþroska og hvarf því mestu leyti í hafinu. Hins vegar þegar Drepst hann bara? Já, ég meina bara villtur lax sem að leitar úr á út í haf. Lífslíkur hans er ekki háar. Þið sjáu það hverjar það eru nokkuð prósent endurheimturnar tilbaka í átnar. Þannig að hafið er stór, þar elst fiskurinn upp og vex, en það er harður heimur í sjónum. Og eldislax á ennþá minni lífslíkur. Það er búið að kynbæta hann í það að alast
við það að fá fóður á ofan og vaxa hratt. Þannig að hann ekki sérstaklega fimmt villt dýr. En það geta komið, en það miklu færri. Það sem skiptir máli í þessu að fiskurinn sé ekki kynþroska. Og þar hafa fyrirtækin verið að stíga mjög stór skref því að við viljum ekki þetta ástand skapist eins og hefur gerst. Að sérstaklega hafa gætur á því að fiskurinn sé ekki kynþroska því að þá breytist leikurinn, þá bara líkaminn að segja honum að koma sér upp í ferskvatn. Eins og við séð, dreift sér víða og þannig að það verið að auka vöktun með því, greina ástæður þess að kynþroskinn var til staðar og taka á því. Hvað telur þú út frá eigin hyggjuvit að sé langt í að við munum sjá tvíleitna ófrjóan lax í kvíum á Íslandi? Ég vona að það verði sem fyrst. Þetta búið að vera svona 3-4 ár í þetta í svolítið mörg 3-4 ár. Menn eru svolítið alltaf alveg að búin að leysa þetta kannski á smærri skala og svo þarf að skala þetta upp. Búin að finna aðferðir til þess að stýra kynþroskanum eða hann verði ekki til staðar. Ég get ekki lofað neinu en við erum í reglulegu samtali við þessa aðila og erum algjörlega á tánum. Þetta áratugur eða 5 ár eða? Ég vona að þetta verði bara nokkur ár. Það væri best fyrir alla. Þá eru búin að taka út einn af þessum alvarlegu áhættu þáttum. Já. Annar velferðin. Við höfum líka séð svakalega myndir af illa förnum fiski sem að maður myndi nú í fyrsta leikki vilja leggja sér til munns en maður hugsar þetta líka velferð dýranna þó að þetta sé ekki spendýr eða slíkt. Hvað segirðu við því? Það verður ekki fara vel öll dýrin sem að þarna eru vistuð. Nei, en það eru auðvitað það sem við stundum sjáum eru yktustu dæmin og auðvitað tala tölurnar fyrir sig, dauða tölurnar, þær eru opinberar og MAST birtir þær á heimasíðu sinni og það ekki nógu góða tölur yfir allt landið. En hins vegar þá eru við eins og sérstaklega hjá okkur fyrir vestan þá hafa það tengst kannski annarri áskorun sem lús að þessar ljótustu myndir sem við séum í sjónvarpinu var í kjölfar lúsa faraldurs eða lúsa ástands sem var 2023. Laxalús sníkjudýr sem festir sig á ból dýrsins og eiginlega hvar sem og eiginlega étur hann upp. Já, hún festir sig á hann og fær á skúrun sígur blóð og fiskurinn í raun þannig hann með slímlag sem í raun vörn hans gegn bakteríum og öllu sem í umhverfinu og sjónum. Þannig að leið þú rífur þetta lag, þetta slímlag, þá ertu að opna leið fyrir bakteríur og annað sem í sjónum. Þannig að við viljum halda lúsinni í skefjum. Hún þetta á villtum laxi í minna mæli og þaðan ef þú byrjar með alveg hreint blað og ekkert eldi þá kemur hún að lokum frá villtum laxi sem syndir framhjá en það sem gerist í eldinu og það mikið einstaklingum og þar getur hún fjölgað sér. En og það tengist og við höfum verið með mjög í Háafelli með mjög svona sérstaka og sterka sýn í þessum málum. Við höfum viljað fyrirbyggja vöxt lúsarinnar. Við leggjum mikið upp úr því að við höldum niðri, þetta verður svona eins og veldisvöxtur hjá lúsinni, hún fljóta fjölga sér og kynslóðin stutt. Þannig að við erum að nota alls konar aðferðir til þess að varna því að lirfurnar komast inn. Við erum að nota lasergeisla, við vorum fyrst fyrirtæki í Íslandi í því núna fyrir 2 árum, þar sem að við erum að skjóta á lúsina úr hylkjum sem að meta lengd laxins, telja laxalýsnar á einhverjum millisekúndum. Þetta allt á hreyfingu, fiskurinn að synda. Svo þetta eins og í orrustuþotu þar sem hann læsir sér, læsir miðinu. Við erum hér með vídeo á þessu. Ég trúi þetta. Ég verði bara að fá að stinga fingrinum í sárið eins og Tómas Póstur árið. Ég meina fyrir nokkrum árum hefði fólk ekki bara trúað þessari hugmynd yfir höfuð. En þetta hefur gefið góða raun í Noregi og við höfum veðjað á þetta. Virkar þetta? Já, þetta virkar með öðru. Það í laxalúsinni eru engar töfralausnir. Þú kaupir ekki bara eina lausn og nú ertu frá. Þú þarft að nota mismunandi aðferðir.
Þetta snýst lúsa álag í firðinum, reyna að varna því að það komist inn og svo hefur við verið að nota aðrar aðferðir, hrognkelsi og ferskvatn meðal annars til þess að allt með það markmið að seinka lúsinni og fjárfestingin okkar á nauteri sem þar sem við erum að stækka seiðin og stytta tíma fyrir sjó. Það líka með að því, það eru margir jákvæðir þættir af því, en það líka styttir tíma fyrir lúsina að... Dregur líkur hún geti fest rætur. Já, og það eru þá færri kynslóðir af lús sem geta á hverri staðsetningu sem geta fjölgað sér. Þannig að það eru margir þættir saman og við höfum náð undanfarin 2 ár að halda okkur frá meðhöndlun á lúsinni. Við erum bara að nota þessi fyrirbyggjandi atriði. Þess að ekki að nota sýklalyf. Já, sko reyndar engin sýklalyfjanotkun í fiskeldi eftir að bólusetning dreifði sér, en það hefur verið notuð lyf gegn lús, laxalús. Það ekki sýklalyf? Nei. Það annars konar lyf? Já, það annars konar lyf, en undanfarið hafa fyrirtæki í greininni fengið inn aðra bjargir, stóra brunnbáta og vinnubáta sem eru að skóla af lúsina án þess að nota lyf. Og förum aðeins yfir bara, leysugeislun, þetta svo lygilegt. Þetta skadar ekki fiskinn öðru leyti, þetta bara drepur, hvernig fer geislun að því að einangra skaðsemina við lúsina? Já, það koparblanda í lúsinni sem ekki í hreistrinu eða fiskinum sem að tíðnin á leysinum valin fyrir. Og leysir mikið notaður í alls konar húðvandamálum og þetta vel þekkt að einangra tíðnina eftir hvað viðfangsefni þú ert að nota hann í. Og þarna voru hugvitsamir menn í Noregi sem að hugsaðu, hvar skilur lúsin sig frá fisknum? Og þið sjáum við bara á myndunum, hann syndir hægt og rólega. Þetta hittir ekki alltaf í mark, en við sjáum engin för eða neitt. Þetta eru tugir eða 100.000 skota á dag í hverju hylki og svo erum við með tugir hylkja. Þannig að við erum að, við sjáum bara kláran mun á að við erum að ná að halda þessu lúsa álagi niðri með þessum hætti. Þannig að það einhverju norski lítalæknar sem að fara hlæjandi bankan út af laxeldi á Íslandi. Nákvæmlega. En þetta ótrúlega tækni, en okkur líður ekki þannig að við sem búin að leysa lífsgátun í laxeldi. Þú veist, lúsin fljóta aðlega sig. Við þurfum að vera stöðugt á verði og þú byrjar að spyrja velferðina áðan. Það líka stöðug áskorun. Við erum að reyna að tryggja aðstæður, bæði fyrst í seiðeldinu á landi. Þar erum við að velja aðstæður þannig að fiskunum líði sem best. Og svo í sjónum, þá erum við að reyna að skapa honum plás, skapa honum rétt fóður og hann hafi þau efni sem hann þurfi til þess að lifa af í sjónum og slimlagið sé í lagi. Þannig að við aktíft vinnum með það að skapa aðstæður hann að fiskurinn þrífist sem best og við höfum náð mjög góðum árangri, verður að segjast, í því. Hvað þýðir það? Hvað ásættanlegt? Ég held að við takir allan fiskinn sem við höfum sett út síðan 22, þá séum við með afföll í kringum 5-6% af meðaltali. Út af lúsinni? Já, þú veist, hann getur drepist af öðrum orsökum líka, hann getur fengið sjúkdóma, hann getur fengið sár, hann getur nuddast í netið, það ýmislegt, það verið að flytja hann, það ýmislegt sem getur gerst á leiðinni. En bara tótaltalan hjá okkur hefur verið kringum 5-6% yfir kynslóðina af meðaltali. Auðvitað hafa komið einstaka kvíar sem hafa verið hærri og aðrar sem eru lægri. En við leggjum mjög mikið upp úr þessu og ef þú deilir því fiskurinn tæp 2 árið til sjónum, þá þetta 2-3% á ári sem eru mjög samkeppnishæfa tölur bara í öllu dýrahaldi, öllu ber saman við kjúkling og svín og annað. Hvernig þetta í samanburði við Færeyinga og Norðmenn? Þeir liggja aðeins hærra og það hefur verið kannski vegna líka meðhöndlunar á lús. Svo það getur verið kuldi, það eru fleiri sníkjudýr í sjónum en lús, það getur verið alls konar ástæður og við segjum það getur eitthvað komið fyrir okkur eins og aðra. Við erum ekki heilög í því, en við leggjum þá borðið það sem við erum að gera og þeir sem hafa áhuga á eða vilja meta það, hvort að við séum að gera nóg. Við gætum lent í sleppingu, við gætum lent í dauða. Það ekki þannig að við séum æðri öðrum, en fyrir þá sem vilja kynna sér málin og skoða þær aðgerðir sem við höfum lagt í, þá líður okkur vel með að leggja það á borð. Segðu mér aðeins með, það hefur talsvert verið rætt
afkomun af þessu og þetta eru rosalega upphæðir hjá ungri atvinnugrein og það hefur mikið verið rætt auðlindagjaldið af því að það nú hluta umræðu sjávarútveginn almennt og þannig verið að nýta sameiginlega firði sem að mönnum þykir sjónmengun af og annað þegar að kvíarnar eru komnar út. Þið hafið kvenkað ykkur undan þessu auðlindagjaldi. Er ekki bara sjálfsagt að pumpa ykkur með það fyrst að þið náðu að selja fisk fyrir 50 milljarða á ári, þar að segja greinin? Jú, og ég held að greinin hafi aldrei umka sér yfir því að þegar að vel gengur og afkoma af starfseminni að þá fari hluti af því til þjóðarinnar sem að heldur á auðlindinu sem fjörðum sem við erum að nýta. En við erum annars vegar í samkeppni við önnur lönd. Þetta eru varan fyrir aðal og alþjóðlega markað sem eru með eigin kerfi til þess að taka á þessu. Og svo hins vegar erum við með fjárfesta sem eru búin að leggja mikla peninga yfir langan tíma í greinina vegna trúar til framtíðar. Og þetta tekur allt mjög langan tíma, við erum ennþá að byggja okkur upp. Og þess vegna það kerfi sem í líði í dag, sem ég held reyndar allir eru sammála að þurfa að breyta og verður væntanlega lagt til núna í nýju lagafrumvarpi, þarf að breytast. Því að eins og staðan í dag, þá erum við að borga langt hærri gjöld heldur en samanburði þjóðirnar. Og lítið dæmi hjá okkur, við vorum að gera upp í janúarmánuði okkar fyrirtæki, slátruðum ríflega 400 tonnum af laxi, bara á ágætum verðum og það var aðeins afkoma af mánuðinum. Þannig að öllu jafna þá myndi maður halda í eðlilegu kerfi þá verið tekin einhver hluti af þessari afkomu sem í þessu tilfelli voru 13 milljónir. Ekki hátala, ekki stór afkoma en hún var þarna til staðar samt. 13 milljóna hagnaður þegar tekið var tillit til? Alls fyrir utan auðlindaskattsins. Þegar hann tekið með í dæmið þá erum við mínus 5 milljónum. Og þeir taka allan hagnaðinn og meira til? Og rúmlega til. Þannig að svo þarf ég að fara til eigandanna minna og sækja mér fé til að borga skattinn af en sem lýsir hvernig kerfið hefur þróast. Ég held að það hafi ekki verið hugsað svona upphafi en einhver hluta vegna þá láðist að setja inn vísitölutengingu á það kerfi sem var sett inn þannig að þetta er raunstaðan í dag. Þannig að það getur ekki fyrirtæki byggt sig upp á þessu. Ef það ekki tekur meira að þér en þú aflar þá drefstu. Nákvæmlega en við höfum rætt þetta við stjórnvöld ítrekað og þau hafa sýnt þessu skilning og ég held að allir sem að skoði málin í kjölinn sjáu það að þetta gengur ekki og þau hafa verið sammála því og væntanlega munu sjá breytingar í þessa veru því að þetta gæti ekki gengið svona til lengdar. Nú veit ég að það er verið að endurskoða áhættumati sem við ræddum hér í upphafi okkar máls og veiðiréttarhafar á íslensku laxveiðám, ég leyfi mér að segja að þeir hati ykkur, það er alveg ofboðslega styrkt á milli og það var orðið miklar uppákomur í kringum þessar slysasleppingar. Hefurðu trú á því að það sé, eða það muni skapast sátt greinina, bæði út frá skattheimtunni en líka þessum umhverfisþáttum sem að menn greinir svo mjög á? Já, sko, sátt og ekki sátt. Ég held að allavega kannski, maður skilur á vissuleyti, maður skilur veiðiréttarhafana marga hverja. En ég held að það sé líka oft teiknuð upp mynd í svarthvítum heimi. Þú ert með jákvæðu byggðaþróunina og byggðasnúninginn annars vegar og svo ertu með náttúruna og laxastofninn hins vegar og þú þarft að velja hvort styðurðu. En heimurinn er ekki svartur eða hvítur. Það eru núansar. Við búum að vísindum, rannsóknum, þekkingu, tækniframförum og ég held að væri algjör uppgjöf ef við ætlum að segja við náum ekki að passa upp á hagsmuni veiðiréttarhafanna en á sama tíma leyfa þessari grein að þroskast og halda áfram. Ég held að ef við horfum tilbaka í 40 ára aftur í tíman varðandi sjávarútvegsauðlindin okkar, þar var rými til bætinga. Við fórum ekki sérstaklega vel með auðlindin okkar. En við notuðum útsjónarsemi, þekkingu og rannsóknir til þess að auka gæðin.
fara betur með, gera lokunarsvæði, búa til kvótakerfi sem að stýrir veiðunum og þó að það sé ekki fullkomið þá það bestu þekkingi sem við höfum og ég held að við verðum bara, ég segi það að við eigum að nota þekkingu og rannsóknir til þess að fleyta okkur áfram og það gerum við með því að samtvinna þessa gífurlegu tækniþróun sem líka að verða tökum það saman og finnum leiðina hún þarna en þá verða menn að geta komist upp úr skotgröfunum og ég held að og við sem grein þurfum að taka þátt í því líka við þurfum að vera þarna út á vellinum og finna lausnirnar með þeim sem setja reglurnar og það má taka margt út úr því sem að veiðiréttar hafa að segja en ég gef lítið fyrir það sem að þegar menn tala það að greinin ekki rétt á sér það hafi ekki verið neitt atvinnuleysi á Vestfjörðum maður heyrir þetta stundum það þurfti ekki vinnu þarna hvað erum við að gera ég held að það fólk búið við það mun að það hafi ekki alist upp í samfélagi þar sem var að missa þróttinn ég ólst upp við því í mínu grunnskóla það var alltaf aðeins að fækka það var ekki eitthvað stórt ástand þannig séð en var það ekki bara því að fólki fluttist burt? Fólki fluttist burt ef það hafi ekki vinnu það fækkaði í bekknum hjá manni og þrótturinn minnkar þannig að það brottflutt atvinnuleysi þeir sem hafa komið til Vestfjarða nýlega þeir sjá stemminguna þeir sjá uppbygginguna og það gaman að vera hluta þeirri kynslóð sem að flytja heim og leyfa börnunum sínum að upplifa það sama heima og finna kraftinn og ég hvet alla til þess að fara sem hafa ekki gert það nú þegar þannig að ég gef lítið fyrir það þegar að menn tala að þetta var ekki til staðar en við þurfum klárlega þessi uppbygging á ekki að gerast á kostnað náttúrunnar eða við sem að fórna einhverju þar og þú trúir því að það sé hægt? Einlæglega Gauti Geirsson, ég þakka þér fyrir samtalið og óskaði góðs gengis í þessari þungvopnuðu matvælaframleiðslu sem við höfum vitnað hérna. Já, gerða ekki. Við ætlum núna að venda hvað okkar í kross. Nú ætlum við að ræða gervigreind. Hún reyndar nýtist í lagseldinu eins og þið sjáið, en hún nýtist eiginlega á öllum öðrum sviðum einnig. Og ég hvet ykkur til að fylgjast með þeirri umræðu líka. Hér mun margt forvitnilegt koma í ljós. Klæddu bygginguna í stíl með álklæningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu möguleikana á limtrevírnet.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju. Við þökkum Gauta Geirsyni fyrir afar upplýsandi umræðu lagseldið. Þetta sannlega spennandi atvinnugrein sem þó stendur mikill styr En það þó engin grein sem eins mikið talað þessa dagana og gervigreindin. Það virðist engin fyrirlestur, engin ræða geta á sér stað öðru svona vísa sér til hennar og áhrifa hennar á samfélagið okkar, bæði nú en í framtíðinni. Og ég hef fengið ykkar til minn mann sem að ég veit að býr við mikilli þekking á þessu sviði. Hann heitir Gísli Ragnar Guðmundsson og hann leiðir samnorræna miðstöð í gervigreind. Það er að segja það eru ríki Norðurlandana sem að hafa komið þeirri stofnun á fót og við ætlum að taka hér næstu mínúturnar í að reyna að varpa ljósi á það hvað gervigreindin er. Ég er sannarlega persónulega dálítið í myrkri það. Blessaði Gísli. Blessaði, takk. Takk fyrir að bjóða mér. Ég veit að þú ferð víða og ræði þessi mál. Ég held að ég sé ekki einn þetta. Nei, alls ekki. Það bara var nýleg könnun sem fjölmiðlanefnd birti. Hvort það hátt í 60-70% fólks á Íslandi sem, eða 50-60 sem heldur að bara gervigreind sé ógn við bara samfélagi í heild sinni, sko. Þetta sé alveg bara því að fólk veit í nóg þetta, sko. Þannig bara svona að auka, að hafa eitthvað vitund og vakning gervigreind almennt, þannig að fólk þekki þetta betur, skilji hvað þetta er ekki. Það sé bara gríðarlega þörf á því. Það er mjög gaman að vera hérna mætt
þín í dag að reyna að ræða þetta allt saman, sko. Þannig að þú fullir þeirra heimsendi sé ekki nánd vegna gerfigreind. Hver þín skilgreining á nánd? Já, það svo það. En maður hefur tekið eftir að umræðan oft dálítið á grunnsæfinu og þetta marglaga mál varðar höfundarrétt og annaði þeim dúr. En mér langar eiginlega bara til þess að byrja því að spyrja þig, hvað gervigreind? Þetta tölvöld eldra koncept en fólk heldur. Þetta eitthvað nýtt af nálinni, en það gervigreind þetta orð kom fyrst bara 1956 í Bandaríkjunum og þetta gekk út á það að reyna að fá tölvöld leysa manna verk, fá tölvöld að reyna að hugsa eins og við, fá tölvöld að reyna að vera eins og okkar eigin heili. Helsti vandinn kannski síðustu 70 ára hefur vanþekking okkar eigin heili virkar. Þetta líka eftir, við veitum hvernig það virkar sjálf, en það hefur verið reynslu. En þú ferð eiginlega ekki en dag í þínu lífi í dag án þess að nota gervigreind á einhvern hátt. Hún til staðar í bara í öllum tæknibúnaði, bara hvernig Apple ákveður, hvað sem orka að nota í batterinu hverju sinni, það bara algoritmar á bakvið Facebook, Spotify, Google, þetta allt knúið áfram að gervigreind í dag. Það var blaðamaður hjá New York Times minni sem ætlaði að prófa að fara í dag í sínu lífi á Manhattan án þess að nota gervigreind. Hann sat við bekk í Central Park og las bók í 24 tíma. Hann mátti ekki nota rafmagn. Alltaf rafmagnskerfi á Manhattan knúið áfram að gervigreind. Já, og gat hann lesið í 24 tíma, kemur ekki myrkur? Hann hefði potið sofnað, sko. Já, þannig að þú getur sofið og lesið bók. Já, einmitt. En það gervigreind bara víða í öllu og bara ákveðin algoritmar og líkön sem að keyra áfram mismunandi hluti. En kannski snertingin fyrir hinn meðalmann við gervigreind sem breytti hvað mestu kannski var þegar ChatGPT kom hana út haustið 2022. Og það ákveðin tegund af gervigreind sem heitir spunagreind sem gerir okkur kleift að búa til texta, myndir, hljóðbrot, en það bara lítið mengi af þessu heildar gervigreindar byggsöllu saman, sko, en að hafa bara gríðarlega áhrif í dag, sko. Og þetta virðist eitthvað svaka töfrar, eins og þetta viti ótrúlega hluti, en í raun og veru veit þetta ekki neitt. En þetta bara starffræði, bara líkindareikningur. Þetta brýtir niður hvert orð í bút, hver bútur breyttur í 14.000 talna vigur og svo er margföldun aftur og giskar það á eitt orð í einu og mynda þenni setningu. Så þetta veit ekki fyrir frá svarið og hugsaður, ég ætla að setja upp setningu svona, heldur bara giskar það, bara svo kemur það heiti, hvað orðið þá líklegast að koma næst? Jón, örugglega, en það líklegast annað með skilur. Þannig að þetta bara líkindareikningur aftur. En þessi líkindareikningur verður sífellt öflugri? Já, bæði að því að tölvunar að verða betri og betri og svo sömulegis að því að gagnamagnið sem þetta notast að þjálfa þessi líkun á að verða stærri. Bara að setja það í smá samhengi, GPT-3 sem þetta líkan sem liggur á baku ChatGPT sem núna 30 ára gamalt. Ef þú ættir að reyna að lesa öll þau gögn sem voru notað að þjálfa það líkan, þá tækir það cirka 2600 ár. Bara samfleytt að lestri. Og þessi nýjastu líkan í dag, það einhver 60-70 földin ofan að það, sko. Þetta eru gríðargögn sem bara öll gögn sem eru opin og til á netinu, meira sem líka gögn sem eru lokuð, það verið að stela eitthvað þessum gögnum, sko, en bara nánast allt sem til bara notað til að þjálfa sér líkan áfram, sko. Þú nefndir mannsheilann. Okkar hugsun bundin við hugtök. Við getum ekki hugsað nema við hefðum hugtök við höndina til að koma orðum að því sem að við sjáum eða skynjum. Gervigreindin tungumála fyrirbæri ekki í grunninn, sko. Núna það. Þessi uppalega notkun að gervigreind var miklu meira svona reiknilíkön að herma fyrir eitthvað og spá bara, þú veist, veðurspár notaðar mikið út frá svona velunni námi, svona machine learning, svona eldri útgáfur af gervigreind. Og það var miklu reiknilíkön, en undirstaðan á bakvið þessa spunagreind að miklu leyti mállíkön. Það var það byggt á málun, eins og þú segir, sko. Og það stóra púljan í dag varandi gervigreind og þróun hennar, það samspil þá reiknigetu og texta? Algjörlega, af því þetta líka opnar svolítið á þann vinkil að núna getur átt í samskiptum við tölvuna á mannamáli. Áður fyrir alltaf í bitsum og kóða og þetta til að láta tölvuna gera eitthvað fyrir þig, en núna getum við bara að tala við tölvuna á okkar máli og hún skilur okkur. Og þessi tækni og miðað við lýsingarnar sem að þú kemur með og maður heyrir að þá framþróunin svo gríðarleg. Þetta ekki eins og þróun bílvélarinnar sem að enn í gangi og hefur tekið mjög langan tíma með misgóðum árangri. Þetta gerist á ógnarhraða. Já, horfur á það
svona þessi grunnbylting á bakvið þessi svona mállíkön í dag, það pappir frá Google sem kom 2017. Það innan við 10 ár sko, síðan sá pappir kom út, og svo kom út ChatGPT hérna 2022 og svo bara þá þetta bara í veldisvexti síðan sko. Við erum aðeins með mynd hérna, eina mynd, eða fyrstu myndina sem að mér langar til að varpa upp. Hún lýsir, hverju? Já, þetta svona hugdag sem kallast The Jagged Frontier. Svo tala það svolítið að svona hversu góð þessi mállíkön í að leysa ákveðin verkefni bara mjög, hlekkjátt og vitvíð endilega hversu gott þetta í ýmsu og slæmt í öðru. Og þetta koncept frá prófessor við Wharton háskólanum í Bandaríkjunum, heitir Ethan Mollick, og myndir svona lengst til vinstri, þessi hringur, það á svolítið að sýna svona okkar mannlegu þekkingu. Og hugmyndin síðan sú að þessi rauði, þetta form hann í miðinni á að vera þekking gervigreindar, þessi svona spunagreindar líkana, og þessi mynd lengst til vinstri á svolítið að sýna hvernig myndin var hann á 2022, þegar ChatGPT kom út, og svo þetta bara alltaf að stækka og stækka, þessi rauði, þessar útlínur hana, svona hversu gott gervigreind í að leysa ákveðin verkefni, og við erum bara komin þann stað í dag, þetta er orðið betur en við á ýmsum sviðum, en töluvert lakari við í öðru sko. Nefndu dæmi. Ég vil heyra lögu dæmi. Það er bara mjög gott í að skrifa kóða. Í forritun bara. Það að forstjóri Anthropic, eitt af svona stóru fyrirtækjum á baku þessi mállíkön, hann spáði því fyrir ári síðan að það mun enginn skrifa kóða lengur eftir ár. Eða allavega 90% kóða ekki skrifar lengur af mannesku og við erum bara eiginlega komið þangað. Þannig að forritun og kóðar, þeir eru bara unnir af vélum? Að miklu leyti í dag sko. Ég hef bara lýst vandamálinu, lýst því það sem ég fá út úr þessu og svo bara sér vélinn mállíkön að skrifa kóðan fyrir mig frá atriði. En síðan á hinn bóginn getur þetta ekki talið fjölda R í orðinu jarðaber almennlega, eða svona í ýmsum líkönum og það aðalega því þetta brotið niður í búta þessu orð og þá þetta ekkert gott því að telja sko, þetta mállíkan. En þetta kannski hefur verið svona helsti flöskuhálsinn við innleiðingu á þessum lausnum hingað til hjá fyrirtækjum og stofnunum að fólk prófar þetta og segir bara hei, þetta umlítið þessu og hætti sín bara. Og það bara svolítið að grúska og finna í hverju þetta gott og hverju þetta ekki gott þess að finna hvar svona raunverulega svona notagildin eru fyrir þig. Og svona creepy við þessa mynd að þessi þróun heldur áfram þá mun þessi rauði þetta formum bara stækka þá mun þetta bara orðið betur en við í nánast flest öllu sko. 2022 er myndilegst í vinstri. Já. Við erum stöðsamkvæmt þessari skilgreiningu þar sem stjarnan er. Já. Og þá innan örfára missera. Það veit það enginn sko. Og tala við þessa forstjóra sem stærstu tæknifyrirtækjum út í heimi, þeir tala svona allt frá 2 til 10 ár. Ef við tala við sérfræðinga hérna heima á Íslandi, svona okkar helstu sérfræðinga á sviði gervigreindar, það segir kannski 20-30 ár, jafnvel aldrei, þannig að bara allir gangur á því sko. Já. Förum aðeins yfir, að því að þú nefnir ChatGPT, Anthropic og annað, þetta eru nokkur risafyrirtæki, en þau eru á mismunandi sviðum. Í grunninn þarftu flögur, tölvuflögur eða tækni örgjörfa, já. Nvidia er frægasta fyrirtæki á því sviði. Getur þú teiknað þessu upp fyrir okkur í orðum mynd af þessum heimi? Það er erfitt í orðum, en þetta eins og segir, þessi örgjörvar þessi grunnstoð í þessari tækni og það bara þessi tölvur og reiknigetan og það það aðalega svona 3-4 fyrirtæki, Nvidia, AMD sem dæmi, fransískinni sem stýra þeim fyrirtækjum, Taiwanese, American og þetta var svona grunnstoðin í að geta þjálfað þessi líkön áfram. Bara því meiri reiknigetan sem þú ert með, því betri verður líkanið, hefur svona alltaf verið raunin hingað til. Og svo ertu með síðan þessi mállíkana fyrirtæki og þessi tæknifyrirtæki sem síðan að byggja þessi líkön öll og það þá aðalega 5, það þá OpenAI sem gerir ChatGPT, Anthropic sem gerir Claude, svo ertu með Google og þeirra lausnir, svo ertu með Grok eða XAI sem Elon Musk og svo varstu með Meta eða Facebook, þeir sem eru búin að ansa þetta aftur úr eins og sko. Og svo ertu með fullt af kínverskum fyrirtækjum. Kannski eitt evrópskt fyrirtæki sem heitir Mistral sem svona kannski topp 30 í heiminum. Franskt. Já. En mest allt þetta bara amerísk fyrirtæki. Og maður sér það strax og þá nú rætt bara í kringum ef ég maður rétt iðnþingi fyrra að Bandaríkin að skilgreina ríki örugg og ekki eins og örugg eða A og B ríki
og það ofboðsleg harka í baráttunum það hverjir hafi aðgengi að tækninni en Nvidia má ekki selja til dæmis bestu örgjörvana til Kína. Þannig að menn átt að sjá því að þetta ekki minna heldur en gamekapphlaupið á 7., og 8. áratugum. Já, algjörlega, bara eins og segir, Bandaríkin hafa verið að beita svona viðskiptaþvingunum með þessu örgjörva. Löggjöfin eða svona regluverki kring það breyttist vissulega aðeins þegar Trump kom. Fyrst Biden ríkisstjórnin var búin að setja okkur í eitthvað svona B-flokk, sko. Þrátt fyrir öll Norðurlöndin voru í A-flokk. En núna í boði að selja ákveðna örgjörva til Kína, Nvidia, en það ekki þessi bestu og gegn því að þeir gefi eða borgi bandaríska ríkin einhver X% af hagnaði, sko. The art of the deal, sko. Donald Trump, það hans leiðis þetta saman, sko. Bæði peningur en líka að takmarka í raun og veru reiknigetu. Algjörlega, og það sem Kínverjar hafa verið að gera á móti, reyna að gera hlutina á hans skilvirkari hátt, en líka bara auka orkuöflun. Það snýst bara mjög mikið orkuöflun í dag og þetta Kínverjar sem farin að framleiða það bil 3 sinnum meiri orku heldur en Bandaríkin. Það miklu leiti út af þessu. Það eru gagnaverin. Já, og svo sérðu bara þessi stærstu tæknifyrirtæki í Bandaríkjunum eru öll farin að fjárfesta í einhverjum kjarnorkuverum. Já. Og markmið var mögulega að byggja kjarnorkuver við hliðina á gagnaverum, sko, til að knýja þetta áfram. Minni kjarnorkuver. Já, og bara að gefa fólki smá skala og tilfinningu fyrir orkun sem fer í þetta. Ég held að OpenAI hafi gefið út að þetta byggja cirka 20 ný gagnaver á næstu 5-6 árum. Hvert gagnaver að vera 1 gigawatt. Ég held að Kárahnjúkar séu svona 700 megawatt. Þannig að Kárahnjúkar 1 og sér geta ekki knúið fram 1 af þessum 20 gagnaverum. Þeir þyrftu 30 Kárahnjúka. Já, og hvert og eitt svona gagnaver kostnaður við að byggja það svona landsframleiðsla í Íslandi á ári. Það er 1 gagnaver. Yfir 4.000 milljarðar. Og allt svona 70-80% af því fer í þessa örgjörva. Sem bara úreltir eftir 2-3 ár, sko. Þannig að fjárfestingaþörfin í þessu er rosaleg og menn hafa þetta spurt hvort að þarna sé einhvers konar bólumyndun að því maður sér verðmæti þessara fyrirtækja og fjárfestingar, loturnar eða það sem þeir að safna nýju fé. Þetta eru bara tölur á skala sem að hvergi hafa sést nokkur staðar. Nei, og ég held að sé alveg sjálfsagt að það sé eitthvað svona fjárfestingarbubla eitthvað leitið, sko. En kannski munurinn á þessari bublu og kannski internetbublunni að þessi fyrirtæki farin að skila gríðarlegum tekjum nú þegar, sko. Já. Bara Anthropic búin að vaksa tekjulega séð á síðustu 2 mánuðum eitthvað $6-7 milljarðar, sko. Á mánuðum? Já. Já. Og þetta bara skali sem náum bara eiginlega haustum ekkert utanum, sko. Og ef við talum svona fjárfestingar, sko, OpenAI fengur fjármögnun núna í febrúar, 110 milljarðar bandaríkjadala. Já. Ef við segjum bara svo að nýja Landspítalinn kostar svona 250 milljarða íslenskar að gera, þá er svona 55 nýja Landspítalar. Bara í þetta eina fyrirtæki? Bara þetta eina fyrirtæki sem fer bara í að kaupa nýja örgjörva til að knýja fram næstu módel. En þú nefnir orkuna því að menn hugsa tölvur og þannig er þetta oft sagt, sko, þegar menn eru á móti atvinnuuppbyggingu sem hefur áhrif á umhverfi, hvort sem það er laxeldi eins og ég var að ræða hér áðan eða álver og annað, þá sem menn eru geta að gera eitthvað annað, eru geta að fara í hugverkaðinn og annað. Flöskuhálsinn í þessu gæti orðið orkan. Algjörlega. Og orkan er grunn þátturinn í þessu öllu. Já, 100%, sko. Í kapphlaupinu. Forstjóri Microsoft sagði bara núna, hvort það var í Davos núna bara í febrúar, að bara þær þjóðir sem vilja vinna þetta kapphlaup eru bara þær þjóðir sem hafa besta og svona aðgengilegustu leiðina í nýja orkuöflun, sko. Bara ódýrasta orku. Það eru þau fyrirtæki? Það eru bara þau lönd, sko. Já. Þessi fyrirtæki sem bara í að vinna á fullu að reyna að fá aðgengi orku. Já. Og sem betur fyrir þessi líkun að verða skilvirkara betri en að horfa bara á XAI hjá Elon Musk, hans gagnaver sé miklu leyti bara að knúa áfram einhverjum díselrafölum, sko. Bandaríkjamenn eru stærsti framleiðendur olíu í heiminum, þannig að þeir eiga nóg til í raun. Þú nefnir Bandaríkið, þau virðast vera risin á sviðinu, þau gína yfir aðra og þó að örgjörva og framleiðslan sé mikið í Tævan, að þá er þetta Tævan í skjóli Bandaríkjanna og þar er mikil herpingur út af átökunum við Kínveri eða mögulegum átökum á næstu misserum. Franskt fyrirtæki hvað í 30. sæti mögulega yfir? Svona bestu, já, líkunin 20-30. Já, af hverju eða hvað skýrir það Bandaríkjamenn hafið þessa yfirburði? Er þetta í kjölsógin af Google og Facebook eða af hverju? Já, ég heldur sért bara með náttúrulega ákveð aðdráttaraflana í Silicon Valley og bara svona
færustu sérfræðingar í þessum svona hugbúnar heimi hafa verið að færast þangað bara síðustu 20-30 árin, sko. Já. Segull á þekkingu. Algjörlega, og svo ert síðan bara með svona ákveðna svona nýsköpunar menningu, þessi svona ameríski draumur sem knýr fólk svolítið áfram þar, en þetta er líka aðalega bara þessi aðgengi að fjármagni, sko. Svona miklu aðgengilegri svona fjármagnsmarkaði og bara tölvöld auðveldar fyrir fyrirtæki í Bandaríkjunum að fara út í svona áhættu, iðnaði skilur, átsæðna iðnaði, sko, eitthvað sem Evrópubúar kannski aðeins lakari að gera, sko. Og bara þessi svona VC-sjóður og allt þetta í Bandaríkjunum bara, þeir eru tilbúinir að fara í þessar áhættu fjárfestingar, sko. Men hvart undan líka reglugerðarfargan í Evrópusambandinu og þessi verið reglusetja allt, þessi gervigrindafyrirtæki hafa bara hrist hausinn og sagt, það er nú ekki víst að við nennum einu svona sinna þessar álfu í þessu ljósi. Já, þeir hafa svo sem verið að segja það og svona helstu líkönin sem kannski koma út í Bandaríkjunum, þeir kannski koma svona mánuði sinna í Evrópu oftast, sko, það er ekki mikill munur þar á milli, sko. Og þó þeir náttúrulega að reyna að ýta á móti þessu svona regluverki í Evrópu gagnvart gervigrindinni, það hefur alveg virkað mjög vel, sko, og þeir hafa verið að draga úr þessu, en þetta er samt ennþá samt sem bara mjög stór markaði fyrir þá. Já. Og er bara mjög duglegir að fara inn á hann, sko. Mikilvægt. Já. Evrópusambandið hefur verið að segja, við þurfum að bregðast við Ursula von der Leyen og hennar fólk, menn hafa verið að grípa til ákveðna aðgerða. Hvernig teiknar sú mynd upp? Heldur að þeir geti náðu skottið á þeim í kapphlaupinu? Er nóg að gert? Já, það fer bara aðgerð eftir hvar orð þeir reyna að keppa, sko. Ég held að Evrópa sé aldrei að fara að ná því að vera með bestu mállíkönin. Við erum bara eftir á það kemur að fjármagni aðgengi að reiknefli og allt þetta, sko. Ég held að Bandaríkjunum bara muni eiga þann vettvang, en ég held að Evrópa og hvað þá sérstaklega Norðurlöndin getur verið best í svona hagnýtingu á þessari tækni. Því sem lagt ofan á, sem er það þriðja stíð. Þú ert með örgjörfuna það, svo ertu með mállíkönin og svo er þetta það sem maður getur kallað á góður íslensku applications. Já, algjörlega. Og bara sem dæmi hafa Svíar verið mjög góðir í því. Já. Bara nokkri svona hátt í 20 einhyrninga eða fyrirtæki metin að yfir $1 miljard evra hefur bara sprungið þar út á síðustu árum, sko. Já. Bara sem dæmi það er svona lögfræði gerðandi fyrirtæki sem heitir Legora voru að fá fjármögnun í gær að kynna nýja lotu $550 million. Fyrirtæki meta held í 5,5 milljarða bandaríkjadala. Já. Ég hef heyrt um 2 ára gamalt fyrirtæki, sko. Lovable er annað dæmi sem er fyrirbæri sem að Íslendingar getur hagnýtt sér bara núna síðdegis. Já, algjörlega, og bara samstæðaðalega minni er bara að nota þetta fulli hjá sér, sko, bara byggja vefsíður og tækja tól og allt þetta. Það sem hann talar í raun við eitthvað græju sem að býr til upp. Já, hún bara lýsir á mannamáli appi sem þú vilt fá og bara býr síðan til appi fyrir þig og veist. Það getur gett mjög flotta prototípar og mjög flotta lausnir fyrir það okkur sekundum, en þetta er endilega eitthvað sem fyrirtæki fara að innleiða í einhvern stórum infrastruktúri hjá sér, sko. En lausnin er það auðveldi notkun að þegar fyrirtæki var með svona kynningu á henni í október eða nóvember, nýjustu svona útgáfinni, þá var bara 10 ára gamalt gutti sem kynnti lausnina live fyrir frá einhverjum milljónum manna. 10 ára? 10 ára. Hann bara sagði, mér langar að æfa mig í stærðfræði, hvernig get ég bætt mig í stærðfræði? Væntanlega fengi eitthvað handrit til þess að arbeiða það, en það er bara spýtt út lausninni fyrir einhver bingo og hann bara, mér langar að hafa þetta bláan bakgrunn í stað fyrir grænan, skrifaði ítt endur, fekk þetta út. Þannig að þetta gerist á ljósræða? Já, fyrsta lausnin frá þeim kom út nóvember 2024, þau eru að velta álíka miklu á síminn í dag. Já. Bara áskaðan fyrirtæki þannig sé, sko. Evrópusambandið setti $1 miljard evra, ef ég skil það rétt, til þess að bústa þetta. Já, bústa upptöku, já. Innleiðingu, já. Þetta eru rosalegi peningar. Í heildarsamhengi hlutana er þetta samt þegar maður skoðar þessar tölur ekki mjög mikið. Nei, og bara nánast í sömu viku og Evrópa kynnti þessa svona vegferð hjá sér að setja þessa $1 miljard evra í uppbyggingu og innleiðingu á þessum lausnum. Þá var Meta eða Facebook á sama tíma að kaupa svona gervigreindar vísindamann eða sérfræðingur sínu sviði, rannsóknarmann, fyrir cirka $3 milljarða. Bara til að fá hann til starfa? Einstakling, sko, til að fá hann til starfa. Það sjálfsög var það greitt að ykkur hlutabréf allt þetta, sko, en það var cirka pakkinn sem það fekk. Það er skott að vera ekki ekið við þann mann. Já, svo sannlega. Það er rétt að vona að meta sem einhverja tryggingu á hans haus. Skoðum aðeins hérna aðra mynd, varðandi vinslu hraðan, því að eitt er að geta gert hlutina, annað er hversu hratt þetta gerist. Þú nefnir þetta forrit sem að Lovable getur spýtt út úr sér á einhvern tíma.
Útskýrðu fyrir okkur hérna hvað þessi mynd segir. Já, aðeins árið byrja þar, bara einn punktur hérna tengt þessu öll saman, sko. Það tala það, sko, þessi líkan sé mjög góð í forritun og skrifa kóða. Og það svona ákveðið koncept sem kallast vibe coding, svona stemningsforritun, sem þessi að bara skrifa textaformi og fá út app. Og það verður svolítið talað það að forritarar séu svona kanar í fuglinni í kólnáminni. Svona svo starfsett sem fær að finna hvað mest fyrir þessum breytingum sem fyrst. Maður heyrði bara panikki ástandi á síðast ári í því. Já, og það var bara svona breyttist að miklu leyti bara í desember núna í ár. Á meðan flesti var bara svona að njóta jólana, þá var ég bara á Reddit að lesa einhverja tilvæstu krafti pósta frá forriturum hér og þar heiminn. Þetta átti að vera störf framtíðarinnar. Algjörlega, það var bara fyrir 5 árum síðan bara farið forritun og bara bóka mál með starf út ævina. En myndin hérna svolítið sýnir á sína svona tímalínu, hversu lengi það tæki manneskju að leysa ákveðin verkefni og þá hvort að gervigreind geti leyst þau verkefni af í dag. Og bara að sjá það, þetta vissulega lógaríþmsku skali, en þetta bara sýnir að þetta bara nánast línlegt hana og eins og ég sagði, í desember þá tóku svona stökki upp í cirka 4-5 klukkutíma verkefni. Þannig ef eitthvað tæki hinn meðal forritara 4-5 tíma að leysa, gæti þessi mál líka leyst af núna í dag á einhverjum sekúndum, sko. Og svo bara núna síðan þá í desember eru 3 eða 4 líka búin að koma út og erum komin upp í cirka 12-13 klukkutíma verkefni. Við erum með aðra mynd einmitt sem að lýsir þessu kannski, þar sem að þetta er ekki svona það sem að kalla línulegu vöxtur heldur. Nei, þetta var algjör veldisvöxtur. Exponentials. Það er næsta mynd sem að við fáum hér upp og þetta sýnir annars vegar árafjöldan og svo afgreiðslan Claude Opus 4.6 sem kom bara núna út í febrúar. Og þetta Claude Opus 4.5 sem hana í cirka 5 tímum, það kom út í desember, sko. Þannig þetta er bara stökkið, þannig að náðast 2-földun í tíma á einhverjum vikum, sko. Í raun og veru örfáum dögum. Já, þannig sé, sko. Og það er ekkert sem segir að þessi þróun geti ekki haldið áfram. Er þessu einhver takmark sett? Nei, fyrirtækjum í heimi vilja meina þessi ekki eins og sko. Nú talaðu svona við fólk sem svona aðeins að reyna að sprengja bubluna. Það er ekki eins samfærð, sko, en bara sem dæmi, það er mjög flottur aðalið, svona 2 skemmtileg dæmi. Annars vegar gaur sem var einn af stofnendum OpenAI, sem núna yfir gervigreindin hjá Tesla. Hann bara talaði það að það er eiginlega ekki hægt að setja í orð hversu hratt þessi líkun hafa farið, bara svona hversu langt og hratt þessi líkun hafa farið fram á sem síðustu 2 mánuðum í forritun. Þessi aðalið getur eiginlega ekki komið í orð. Og hann segir bara, mér hefur aldrei liðið eins mikið eftir á í minni vinnu og í dag. Þetta er bara alls með leið að bara gervigreindin henni besta og fremsta fyrirtæki í heimi á þessu sviði, sko. Og hann er bara, hann er rykmekkinum. Já, þannig að fólk út í heimi líðin svo veit ekki neitt þetta og sé alveg týnt í þessar umræði, það bara skilja bara mjög vel, sko. Og svo er annars vegar kona sem er þokkalega háttsettur verkfræðingur hjá Google og hún bara birti það opinberlega í desember á Twitter eða X þegar hún var að prófa hana Claude Opus 4.5 að Claude gat leyst á klukkutíma eitthvað sem hennar teimi búin að reyna að leysa síðasta árið. Og það er að tala sko bara fremstu verkfræðinga og forritara í heimi hjá Google og búin að reyna að leysa þetta í ár og Claude gat leyst þetta á cirka klukkutíma. Og þetta við erum að sjá þessu skjóta niður í ýmsu menn segja að það sé nú þegar búið að þróa lyf á grunni þar sem gervigreindin gerir það og það eru dæmi úr vísindunum þar sem að þetta er sífellt einhvern veginn að ryðja sér til rúms á sviðum sem að maður kannski gerði ekki ráð fyrir eða áttaði sig ekki á að það geti gert. Já, það er svona grunn markmið hjá kannski sem stórum fyrirtækjum í heimi er bara svolítið að þetta leysi nánast all heimsins vandamál. Maður sjálfsögur ekkert að sammála því og þessir aðlar eru að reyna að byggja upp eitthvað hæp sem fá frekari fjármagn sem bara gengur mjög vel hjá þeim. Já, sýnist það. Já, en þeirra svona grunn markmið er bara nánast að útrýma sjúkdóma næstu 30-40 árum og þeir alveg svona þokkalega bjartsýn að það gæti gerst, sko. Og er læknisfræðin og efnafræðin að ná að hagnýta þetta þannig? Að einhver leyti. Þú sér bara gaurinn sem er á bak við Google DeepMind sem gerir hlutin hjá þeim, þetta er Demis Hassabis, hann fekk Nóbelsverðlaun í fyrra í efnafræðin, hann er tölvunarfræðingur. Já. Og það er bara lausn sem gengur út að byggja upp svona, hvernig við brjóðum saman prótein. Það við mannkynið fundið upp 200.000 leiðir sem brjóta saman prótein, þessi lausn gæti fundið upp 200 milljón leiðir. Þannig að það er aftur veldisvöxt. Já, og þetta er bara svona opnur á nýja leiðir í svona lífvísindum og líftækni, sko. Þú nefnir Nóbelsverðlaun í efnafræði.
hvenær mun gervigreindin fá Nóbelsverðlaun í bókmenntum? Það bara mjög góð spurning, sko. Ég held að vandinn það sem pínu sá að við erum alltaf með svona innbyggða bjaga hjá okkur, sko. Veist, ef ég veit eitthvað ég skrifa gervigreind, þá finnst mér að vera. Já. Það bara próf, held ég síðasta sumar, bara að bera saman ljóð frá svona eldri líkonum og einhverjum svona fremstu sérfræðingum. Þegar fólk vissi ekki hvort það skrifaði gervigreind og sérfræðingum, þá valdi fólk ljóðin af gervigreindin í svona 60% tilvika. En þegar það vissi að það skrifaði gervigreind, þá var kannski svona 10-15%, sko. Já, þannig að það verður skekkja í þessu. Já, sér bara að það var umræðan daginn þegar það kom út plakkat hana fyrir Ellie leikritið. Já. Og þá bara fólki fannst það ekki nógu flott, alla einhverjum aðalega, hann bara, þetta 100% gert að gervigreind, þetta er svaklega ljótt og svo bara kom hönnurinn fram bara, nei, þetta var ég sem gerði það, sko. Þannig, ég held að sé alveg ágætlega langt í að gervigreind vinna einhverja bókmenntaverðlaun, bara á þess að innbyggja bjöfum hjá okkur, sko. Við viljum frekar kjósa að lesa eitthvað eftir aðra mannesku frekar eftir gervigreind. Já. En Spotify í dag bara, ég veit ekki hvað það komið upp í 10-15-20% af tónlistinni er bara búin til að gervigreind, sko. Já, það gerir þrætt. Já. En það er engin bak. Út frá öryggismálunum aftur, við horfum upp á það bara í síðustu viku og vikuna þá undan að það kemur til mjög harkalegra átaka milli fyrirtækis Anthropic og Bandaríkjastjórnar. Pete Hegseth, hermálar á þeirra hnyklaði vöðana alls svakalega. Geturðu útskýrt fyrir okkur hvað átt sér stað þar? Af hverju var það allt brjálað? Já, kannski byrja aðeins bara núllpunktið þar. Anthropic, sem er svona fyrirtæki bak við Claude, hafa verið svona, þeirra mállíkun hafa verið nýtt innan hernamála ráðuneytisins í Bandaríkjunum í núna einhver 16-18 mánuði í gegnum Palantir. Palantir er svona fyrirtæki á þessu sviði sem er sérhæfis í gagnagreiningum og samna saman gögn og hjálpa þá stjórnendum að taka upplýstir ákvarðanir og svo byggja þeir eitthvað svona lausnir sem nýta sín þessi mállíkun ofan á það, sem greina það ennþá stærri gagnasett og allt þetta. Og þessi líkun voru notuð við innrásina, eða hvað sem maður á að kalla þetta, hérna í Venezuela, þegar fóru inn og náðu Maduro. Þeir notuðu gervigreind þar? Já, þá var Claude notað að einhver leyti að hjálpa þeim að greina myndbandsefni og gera svona hermanir hvað með mögulega gerist ef við ferum hingað og skjóðum þetta og whatever. Og það, já, stjórnendur í Anthropic var sérlega sáttir með þá notkun. Þeim fannst það bara svona brot á þeirra svona notkunar skilmálum og þeir þá fóru í smá hart við Pete og þess aðalega hjá ríkinu og þeir vildi aðalega teikna svona 2 röðu þræði og svona línu í sandinn notkun, vildi aðalega ekki þetta sé notað, þeirra líkun sé notuð í sjálfvirkvopn og svo annars vegar í svona fjölda eftirliti með Bandaríkjunum. Og bandaríska ríkið sagði bara, stopp, eða Pentagon, hérna var ráðandi sagði bara, hingað ekki lengra, þið stýrið þessi ekkert, þetta er okkar ákvörðun, við bara notum ykkar lausnir á þann hátt sem við viljum og við viljum bara sé nýtt hérna á þann hátt sem er löglegt og Anthropic var bara ekki alveg nógu sátt með það, að þau var bara hrætt með það að hvað er löglegt getur bara breyst með hverju ríkisstjórn hverju sinni og þá getur þeirra lausnir svona verið nýttar á þann hátt sem svona fer gegn þeirra siðferði, sko. Og þegar þú nefnir sjálfvirkar ákvarðanir, þá getur það hreinlega verið sjálfvirkar ákvarðanir mat á eða val á skotmörkum og öðru slíku sem kosta menn lífið. Algjörlega, þetta var notað í innrásinni í Íran í val á skotmörkum. Ekki svona endanlega ákvörðun, en bara að styðja við þessar stjórnendur og herforingja að ákveða hvað er rétt að skjóta. Og ég held að í grunninn séð svona eitthvað svona siðferðismál hjá Anthropic, en líka það að núverandi tækni er bara ekki orðið nógu góð, en nógu örugg til þess að nýtt á þennan hátt. Þetta er mállíkan, þetta er bara giska, þetta er ennþá, þetta heitir spunagreinda ástæð, þetta er ofta að spuna og búa eitthvað til og á þá sú tækni er nýtt í að það velja hvaða skotmörk að vera skotin, sko. Þessi tækni myndi ná allavega árangri í pólitík. Já, algjörlega. Þannig að þau reyndu að draga svona þessa línu í sandinn og ríkisstjórnin sagði bara ekki séns og bara henti þeim út og sagði bara við aðalega þetta væri lausn sem væri við aðfangakeðjuna, bara supply chain risk og að ég held að meðar ríkisstjórnin þurfti bara að hendi þessu út strax á morgun á meðan hernamálaráðandi fekk að vera með ykkur 6 mánaða út fösun, sko. Þeir hætta að veðja? Hætta algjörlega með þetta, en bara fyndi að merkja þetta sem eitthvað svona ógn við öryggis eða við aðfangakeðjuna þegar þetta sé nýtt bara daginn eftir í innrás í Íran, sko. Og ég held að svona einu fyrirtækin sem hafa fengið hennar stimpil í gegnum tíðina hafa verið kínversk fyrirtæki eins og Huawei
Það ekki Huawei var bannað í öllu svona infrastruktúr í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er sumarskrúfa. En verður þetta fyrirtæki ekki að koma skriðandi í Pentagon ef þeir ætla að halda fórstjórninni? Ég get ekkert sagt til það sko eins og en þetta er alltaf hjálpa þeim að ná svona gríðarlegri markaðssetningu sko. Þetta var bara mest niðurhalað appið bara strax í App Store nokkrum dagum seinna. Umræddasta fyrirtæki heims á þeim tíma. Ja, algjörlega og bara tekjuvöxturinn á þeim gríðarlegur og ég held að á sama tíma og þeir hætta hana þá bara kemur OpenAI og bara skrifa undir samning sama kvöld við ríkið bara með þannig séð þeim skilmálum sem ríkið vildi og eftir það gerðist ég held að sem búið að auka sem einhver 300% fjöldin sem að delíta ChatGPT appinu úr símanum hjá sér sko. Á saman tíma. Já. Þannig að það er pólitík í þessu líka. Algjörlega. Já. Og þú veist Anthropic, bara mjög flott að þau tóku þennan pól í þessu málin. Þetta er eitthvað heilagt fyrirtæki sko. Það er gert margt í gennum tíðina sem ekkert siðferðilega rétt sko. Í sambandi pólitíkana þá hafa margir teiknað þá mynda þessi fyrirtæki séu hinnir nýju riddarar heimseyðingarinnar, svo maður vitni til gamalla orða, að þessi fyrirtæki munu bara leið okkur til glötunar þegar þessi tækni einhvern veginn tekur yfir og við hættum að ráða við þetta. Er raunverulega hætta á þessu hvenær sem að það myndi gerast? Er ekki hægt að taka úr sambandi? Þetta er bara mjög flókin spurning að svara sko, en heldur að tala svona ég veit hversu fær þú ert í tölfræðina, svona P-doom, probability of doom. Þekki það alveg frá A til Ö. Já, og það er alltaf svona að tala það hversu hátt P-doom sko, hvenær þurfum við að kippa svo sambandi og bara gefast upp þegar við sjáum að P-doom að hækka x mikið sko. En það sem aðalar þessi fórstjórnir í Bandaríkjunum segja alltaf þegar fólk fer að tala þetta að hæja á þessu og kippa svo sambandi þá bara segir, heyrðu, Kínverjar ekkert að hæja á sér sko. Nei. Og við þurfum bara að tryggja það að þetta sé meira byggt út frá líffræðis okkar gildum og allt þetta svona vestræna heimi frekar en hjá Kína sko. En ég veit svona ekkert hversu stór þessu svona existential krísa en fólk alltaf að tala svona Terminator myndina, þess að einhver róbótar koma úr framtíðinni og koma tilbaka og fara til repalla. En ég svona tölvöld hræddari við Wall-E bíómyndina, þess að fólk bara svona finnur ekki fyrir tilgangi lengur. Þess að líka svona fara svona að leysa flest svona mannaverk og við bara höfum hugsa bara hvað við verðum að gera sko. Það sé bara tilvistar kreppa? Já, á einhver leyti. Ég hræddari við það heldur en einhver svona framtíðar róbóta sko. Líkun á því ekki hugmynd sko, en mér finnst allavega að svona stjórnvöldin heima þurfa, og bara stjórnvöld almennt í heiminum, þurfa kannski fara aðeins að pæla meira í svona sviðsmyndagreiningum tengt þessu öllu saman sko. Já, hvernig störf hverfa vettvangi? Já, bara ef hann forstjóri Anthropic sagði var nýlega bara hann spáði því að 30-50% starfa svona junior starfa mínu hverfa næstu 3-5 árum. Bara hvað gerist ef þetta gerist? Þó líka sé kannski bara 10-15-20%, bara hvað gerist? Hvað eigum við að gera ef þetta gerist? Ef að barnið þitt sæti hér fyrir fram að þig og var að ljúka námið við menntaskólann í Hamrahlíð. Í hvaða námsgrein myndur reyna að beina því? Það er svona tvær leiðir sem myndi fara annars vegar fara annarkvort í eitthvað svona STEM-focused, eitthvað sem hjálpa þér að auka svona þína svona problem solving skill. Að því ég held að það er eitthvað sem við erum alltaf hafa þörf fyrir að geta leyst vandamál. Þannig að eitthvað svona grein sem hjálpar í því, verkfræði, starffræði, whatever tengt því. Þú ert ekki hlutlaus þar? Mjög hlutlaus, verkfræðingur sjálfur, eða svona sem verkfræðingur í grunninn. Eina sem ég lærði alveg í verkfræðinni var bara að leysa vandamál sko. Ég man ekkert úr línunar algebru en ég man allt þetta sko. Eða að fara í eitthvað svona skapandi greinar, hugvísindi. Þó að kannski fólk hefur farið að íta meira eftir að fólk fari í STEM síðustu ár, þá heldur enda mikilvægt að fara í hugvísindi sko, bara að skilja hvernig við sem manneskjur virka og skiljum betur hvernig svona okkar, bara svona hver okkar tilgangur sko. Það er mögulega að fylla upp í þetta tómrúm sem mögulega myndast ef við hættum kannski bara að vinna. Þannig að það er annarkvort verkfræði eða guðfræði? Algjörlega, bara eins og við tveir hérna. Mikið erum við hættir, Gísli. Það hlaut að vera. Já, rétt í lokið, þetta er orðið langt og ótrúlega áhugaverð spjall. Það er mikið tala um innleiðingu, Evrópusambandið er að tala um innleiðingu og við erum að velta fyrir okkur innleiðingu. Staðreyndin er svo að fólk er að nota gervigreindina miklu minna og miklu takmarkaðri hætti heldur en oft er látið.
Hvar eru tækifærin í þessu eins og bara fyrir Ísland og Íslands stjórnkerfi? Já, ég horfi oft mikið til Íslands. Ísland bara mjög framalega innleiðingu á tækni og gagnamálum almennt og bara mjög færi að innleiða gervigreind. Og þau birtu umbeðlega bara fyrir mánuð síðan að þau stefna á að auka landsframleiðslu 25% á næstu 5 árum með gervigreind. 25%? 25%. Og svo alltaf 50% á næstu 10 árum með gervigreind. Og við erum að reyna á 2% í ár hér. Já, en þau eru bara að fara all in í þetta og þau birtu með þess bara í morgun fyrir samráðsgátt drög að frumvarpi sem gera skyldu þegar verið að skoða nýtt regluverk eða einhverja nýja svona fjármagnsútleið hjá ríkinu eða eitthvað að það sé skylda að fara í svona AI feasibility assessment. Það bara að skoða, getur gervigreind einhvern veginn hjálpa okkur að leysa verkefni, getur að leysa verkefni sem er sjálfkrafa. Þeir var með bara að sé skylda hérna ópera að fara í þannig greiningu áður þau fara í einhverjar breytingar. Og ég held hérna heima sé sérstaklega gríðartækifæri í okkur bara hérna ópera að fara í að nýta tækni á miklu stærri skala. Og ég myndi vilja sjá bara svona litla einingu sem bara svolítið að búa til lausnir þvert á stjórnarráð sem byrja með og svo aðra einingu sem er búið til lausnir þvert á hið ópera. Ég held að hið ópera sé að eyða 42 milljarða á ári í UT-mál, stafræðamál. Það var hægt að nýta þann pening miklu betur en að gert í dag. Það er allir í sínu eigin horni að gera þetta hér og þar. Það þarf svolítið að reyna að samtvinna þetta í svona, já, þó ég sé ekki endilega hrifin af miðstýringu almennt, það er mjög hrifin af miðstýringu í þessum málum. En það er íslenska ríki mjög lítil eining í heildarsamhengi hluta. Algjörlega, þú sér bara, ég var að vinna hjá KPMG er 280.000 manna vinnustaður með eina svona svolítið miðstýrt UT-kerfi. Hvað er margir sem vinna hjá opinbera? 50-60.000 manns. Það er fremur einfalt að gera þetta á betri hátt og ekki bara til að spara pening í notkun þessu fjármagni sem fer í þessa stafrænu innviði, heldur líka bara nýta tækni sem getur gert hluti á allt annan hátt hjá ríkinu. Úkraína sem náttúrulega er bara svolítið mála út í horn og þarf að fara að nýta þessa tækni, þau eru að fylgja koncept sem kallast svona the agentic state, að nýta þessa tækja tól sem getur gert miklu meiri henni ópera og er í samstarfi við Google og Nvidia. Þau sögðu nýlega að 85% fyrirspurna hjá henni ópera í Úkraínu eru svör að gervigreind. Já. Fólki þeirra stendur í annars konar verkefnum. Já. Fókusin er bara á öðrum stað. Þannig þau bara nýta tæknina í svolítið að leysa þessu leiðilegu handaðinverkefni af. Þetta er gert miklu meira með minna. Þetta er stórmerkilegt. Já. Mig grunar miðað við það hvernig hraðinn á þessu hefur verið og ekki sem bendir til annars en að það haldi áfram. Það sé stutt í það að ég þurfa að neyða þig hingað aftur á þennan vettvang til að fara yfir það hvað hefur breyst frá þessu samtali. Þú þarft svo sannlega ekki að neyða mig, Ég lít bara svolítið á sjálf mig sem svona trúboða. Ég er bara að drefa boðskanum, Í þessu. Já. Þér gengur vel í því verki Gísli Ragnar Guðmundsson. Þakka kærlega fyrir komuna hingað í Spursmál. Takk kærlega fyrir mig. Þá er ekki meira á vettvangi Spursmála þennan fimmtudaginn. Við sjáum ykkur aftur að viku liðin eða rúmlega það á föstudaginn eftir viku. Á morgun verður Davíð Oddsson ritstjóri Morgunblaðsins og fyrrverandi forsætisráðherra borinn til grafar. Athöfnin hefst í Hallgrímskirkju klukkan 1 og við munum sýna frá útförinni á mbl.is. Verið sæl.